Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, föstudaginn 7. mars. Sú harma fregn barst á mánudagsmorguninn að Davíð Oddsson, ritstjóri Morgunblaðsins og fyrrverandi forsætisráðherra, væri látinn. Hann var bráðkvaddur á heimili sínu á sunnudaginn síðasta. Mikill harmur kveðinn auðvitað fjölskyldu hans fyrst og fremst, en almenningur á Íslandi finnur líka fyrir þessum tímamótum, enda mótaði hann djúp spor og sennilega dýpri spor heldur en nokkur annar Íslendingur á síðari tímum í samfélagið og þjóðarsöguna. Hans hefur verið minnst víða á síðustu dögum, ekki síst á samfélagsmiðlum, en útför hans verður gerð á föstudaginn í næstu viku. Af þeim sökum munum við senda Spursmál út á fimmtudaginn næsta, en á sama tíma þarf að segja klukkan 2. Ég mun síðar í þessum þætti ræða við Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins. Hann þekkti Davíð Oddsson vel, enda gegndu þeir langt árabil sama embætti, þar að segja þeir voru formenn Sjálfstæðisflokksins. Morgunblaðið þakkar auðvitað samfylgdina. Við vorum mörg sem höfðum unnið með honum lengi hér. Hann var ritstjóri blaðsins í tæp 17 ár og markaði þar djúp spor eins og annar staðar þar sem hann kom. Það munaði mann eins og Davíð í stórum málum og minnist maður sérstaklega þeirra miklu skrifa sem hann viðhafði í tengslu við Icesave-deiluna. Við værum sennilega öll á verri stað íslenskt samfélag ef hans hefði ekki notið við í þeim stóra slag á sínu tíma. En það annar stór slagur framundan. Ríkisstjórnin kynnti á fundi nú í morgun að hún hyggst efna til þjóðaratkvæðagreiðslu mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu og það verður gert þann 29. ágúst næstkomandi. Það má spyrja sig með tímasetningu þessar atkvæðagreiðslu hvað hún þýði. Hún mun augljóslega lita sveitarstjórnarkosningarnar sem framundan eru og að nokkur leyti spilla þeim fókus sem við hefðum haft í huga að hafa á þeim mikilvægu kosningum. Þá einnig ljóst að sumari verður undirlagt í umræðu þetta gríðarlega mikilvæga og stóra hagsmunamál íslensku þjóðarinnar. Ég hjó eftir því að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra lýsti því yfir að með þessari atkvæðagreiðslu væri þjóðin í eitt skipti fyrir öll að kveða upp úr það hvort að við ættum að ganga í Evrópusambandið eða ekki. Það að segja að ef að þjóðin segir nei við þessari hugmynd ríkisstjórnarinnar, þá hefur í eitt skipti fyrir öll verið tekin ákvörðun það að Ísland eigi betur heima utan Evrópusambandsins en innan. Hér á þessum vettvangi verður umræðan tekin þetta, kostir og gallar aðildar verða ræddir í þaula og ólíka sviðsmyndir dregnar fram. Ég kalla eftir því að forsætisráðherrann og utanríkisráðherrann Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, sem báðar hafa neitað að mæta hér í þennan þátt til að ræða þessi mikilsverðu mál, komi nú og sýni á spilin. Það skiptir máli að lýðræðisleg umræða eigi sér stað, ekki aðeins á vettvangi Ríkisútvarpsins, þar sem þær geta sífellt búist við þægilegum spurningum sem auðvelt að svara og engin eftirfylgd eftir þegar svarið hefur verið veitt. Það vonað að taka þetta til sín og á öðrum kosti mikilvægt að þjóðin hafi það í huga hvernig við brugðist. Hér í inngangi langar mig síðan rétt til að benda ykkur á áhugaverðan fréttaflutning Morgunblaðsins síðustu daga félagsbústöðum. Það að koma betur og betur í ljós hvernig það kerfi byggt upp. Félagsbústaðir gríðarlega mikilvæg félagsleg stofnun hér innan Reykjavíkurborgar með mörg þúsund íbúðir í útleigu til fólks sem ekki treystir sig til þess að vera á fasteignamarkaði á eigin fótum. Þessi stofnun, hún á við mikinn rekstrarvanda að stríða og fjármunirnir sem þær eru á skornum skammti. Það kostar þá meira að koma upp nýju húsnæði heldur en þeir afla með leigutekjum og af þeim ástæðum hefur verið gripið til þess ráðs að þvinga verktaka til þess að selja ákveðið hlutfall eigna sem að þeir eru með í byggingu til félagsbústaða á undirverði. Afslátturinn hefur verið alltaf 35% og þeir hafa verið að fá 5% eigna þar sem að nýbyggingar eru undir. Þetta að hafa gríðarlega áhrif á fasteignamarkaðinn eðlilega og það ekki byggingaverktakarnir sem að lokum bera kostnaðinn af þessum afslætti. Það fólkið sem að kaupir hinar íbúðirnar í húsunum. Þannig að almenningur í Íslandi sem að reyna að koma sér þak yfir höfuðið undir járnhæl félagsbústaða þegar þessar aðgerðir eru nýttar. Í gær var einnig fjallað það að borgin hyggst núna skoða fýsileika þess að koma sér upp sínu eigin byggingarfélagi, þar að segja að gerast byggingaverktaki í borginni til að tryggja aukið aðgengi að íbúðum af þessu tagi. Þetta mjög alvarlegt mál. Í fyrsta lagi það að almenningur sé látinn bera kostnaðinn af þessu með óbeinum hætti eins og við sjáum, en líka það að það skuli vera stefnan, holt og bolt, að fjölga í hópi þess fólks sem á framfæri hins opinbera með húsnæði sitt. Væri ekki nær að stjórnmálamennirnir myndu leggja áherslu á það að búa þannig hnútana
að fólk geti komið sér upp húsnæði og verið sínir eigin herrar. Leið og þú ert upp á ríkið komið, hvort sem það varðandi bótagreiðslur eða jafnvel húsnæðið, grunnþarfir af því tagi, þá fólk ekki frjálst í eiginlegum skilningi þess orðs lengur. Þetta ógn við lýðræðið, leyfi ég mér að segja, og við ættum að finna leið til þess að gefa fólki tækifæri til þess að standa á eigin fótum. Hér, eftir örskamma stund, kemur kafli frá Ásthildi Hannesdóttur, kollega mínum. Hún fer yfir pólitíkin eins og hún blasir við okkur á samfélagsmiðlunum, en þegar hún hefur lokið þeirri yfirferð, þá koma hingað til mín tveir góði gestir. Stefán Gunnar Sveinsson, blaðamaður á Morgunblaðinu með mikla reynslu, og Þórður Gunnarsson, hagfræðingur. Þeir ætla að ræða átökin í Íran og hvernig þau hafa breytt úr sér Austurlönd og Miðausturlönd og hvaða áhrif þetta kann að hafa ekki aðeins á því svæði, heldur einnig á þjóðir eins og Ísland. Það ljóst að olíuverð rís nú hratt og ef ekki væri fyrir aðgerðir annarra þjóða, þá væri allt komið í enn meira óefni en við sjáum þó raungerast nú. Fylgist þið með þessari efnisríku og góðu umfjöllun á vettvangi spursmála. En mér langar þetta líka að nefna að vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar fyrirhuguðu 29. ágúst þá ætlum við að efna til auka þáttar af spursmálum. Hann verður hér á dagskrá á mánudaginn klukkan 2. Hvet ykkur til að fylgjast með þeirri efnisríku umræðu líka. Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra. Meira frelsi, meira næði. Can you do this? Kynntuð málið á samsungmobile.is. Klæddu bygginguna í stíl með álklæðningu frá Límtré Vírnet. Íslensk framleiðsla, nýsköpun og áratuga þekking. Kynntuðu möguleikana á limtrevírnet.is. Vantar þig bílavarahluti? Á Polsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum all land. Polsen.is. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Hér hjá A4 húsgögnum bjóðum við upp á fjölbreytt úrval skrifborðsstóla við allra hæfi. Endilega kíktu til okkur í heimsókn við Skeifuna 17 ef þið vantar frekari upplýsingar. Halló Bimbo! Þessi vika var nú eitthvað allt annað en eitthvað léttaveikt skal ég sko segja ykkur. Stjórnmálafólki okkar hafði sko nóg fyrir stafni og deildi að sjálfsögðu því helsta sem á daga þeirra dreif með okkur no-name-onum. En Þorgerður Katrín, hún fékk góða kveðju frá íslenska sendiráðinu í Tókjó og ég eiginlega bara treysti mér því miður ekki til þess að reyna að lesa í skilaboðin sem að fylgdu sko. En ég alveg viss að það hafi verið eitthvað mjög fallegt, uppbyggilegt, skemmtilegt og elskulegt. Já, alveg pottþétt, enda eru Japanir bara ekki þekktir fyrir neitt annað en kurteisi og virðingu. Jú, og kannski sushi og kirsuberjatré og kimono. Gummari heiðraði minningu Ólaf Palme, sænska forsætisráðherrans og leiðtoga jafnaðarmannaflokksins þar í landi, en í vikunni voru 40 ár síðan að hann var myrtur, elsku kallinn. Þarna stendur Gummari við hlið styttu af íkoninu sínu. Og í alvöru, þeir gætu bara allt eins verið feðgar, sko. Bryndís Haralds skellti sér í göngutúr í óbyggðu Mosfellsbæjar á dögunum en hún að reyna að skipta svolítið kúrs í lífinu með því að hreyfa sig meira og borða minna. Diljáaráhrifin eru svoleiðis farin að skila sér. En svo fór Bryndís líka bláklædd frá toppi til táar til Brussel og bara fundaði með öllum stóru mönnunum hérna, ESB-göllunum. Gaman. Snúli Másson drullaði yfir kvenréttindafélagið sem sagði hjónabandi vera afsprengi feðraveldisins. Ekki veit ég í hvaða veruleika Snúli lifir, en þetta ekki bara satt eða? Segðu bara jú, konur þurfa stundum bara að fá smá plástur á báttið. Æ og ó, segir maður nú bara. Hanna Kata var á faraldsfæti í vikunni og hefði helst þurft að vera á mörgum stöðum í einu. Hún flaug til Akureyrar árla morguns, fór beint á fund, aftur suður og svo beint í atkvæðagreiðslunir á þingi. Topp næs skipulag, greinilega með góðan aðstoðarmann. Blikk. Inga Sæland flaug líka háloftin blá í vikunni en hún skellti sér einmitt líka norður á Akureyri til að hitta fyrir nokkra ellismelli á þeim landshluta. Það alveg mikið á sig lagt fyrir heldri borgarana, allan hringinn sko. Góðan daginn, elsku vinir. Þá erum við að leggja í hérna á Reykjavíkurflugvelli og lendum fljótlega á Akureyri, fallegu eyrinni fögru. Boppa var
var ekki neinum Bobba í vikunni, nei, aldeilis ekki. Hún fekk heimsókn frá Diane Keita eða Diane Keita, já, hún heiti það. Framkvæmdastjóri þarna mannfjöldasviðs Sameinuðu þjóðanna, ekkert smá flottur titill, en sko sjálfur kóngurinn okkar, Pavel Bartosek, hann fundaði líka með Diane og þið getur sko bara rétt ímyndað ykkur hvernig sá fundur fór. Starffræðingur að ræða við hagfræðing kynfrelsi kvenna, frjósemisréttindi og allt það. Litla veisla sem það hefur verið. En þetta var ekki það eina sem Pavel afrekaði í vikunni, heldur tókst hann að haka við öll mál sem borist hafa á borð utanríkismálanefndar, bara check og aftur check. Sko í alvörinu, ef þetta ekki ötulasti þingmaðurinn, þá skal ég bara hundur heita. JP orkumáladúti lét sitt ekki eftir liggja í vikunni og friðlýsti Grafarvog. Já, þó fyrr hefði verið sko. Halla Hrund fór á smá loðnuhittingi í Höfn í Hornafirði í vikunni, bara verðmætasköpun í beinni og peningalyktin bara lagðist gjörsamlega yfir allt. Sjáu líka hvað hún brosir breitt. Í alvöru, þetta fallega bros, það er sko bara bjartara en mín eigin framtíð sko. Jón Gnarr tók Suðursigfús á þetta á þriðjudaginn og bauð upp á strákheiðarlega soðningu í kvöldmatinn. Yummy in my tummy sko. Hún sagði við mér, ég er að suða fisk. Það er nú algjört norskæti, sko, það er bara bráðunar upp í manni. María Rut deildi svipmyndum frá kjördæmavikunni þar sem hún kom við í Dölum. Það er alveg svona, sko, langt í burtistan fyrir mér. En það var sannkallaður gleðidagur þarna. Nýtt íþróttahús vígt og allir í glímu og svona, alveg geggjastuð. Guðrún Hafsteins ávarpaði þjóðina eftir að hafa náð snertingu við raunhagkerfið vítt og breitt landið í vel heppnaðri kjördæmaviku. Kæru vinir. Vá, í alvöru, af hverju hún ekki bara forseti? Á meðan á kjördæmavikunni stóð og öll þingmanna trippin út kvippin og kvappin voru framkvæmdir í þingsal. Verið að setja LED-ljós meðfram allt og öllu og út allt. Gera þetta svolítið svona partífært, ekki vanþörf á. Guðlaugur Þór brá heldur betur í brúnum helgina þegar reyndi að hringja í ESB vegna innrásar Ísraels og Bandaríkjanna inn í Íran. Hann vantaði bara smá andlegan stuðning með þetta allt saman, en hvað haldiði? Auðvitað kom hann bara að lokuðum dyrum. Þetta blessaða efnahagsbandalag er bara lokað helgar. En byrju, vá, lokað helgar? Hvað sækir maður eiginlega? Getum við bara orðið meðlimi núna eða? Engin helgavinna, lægri vextir og bara alltaf bongo. Sæmi upp, takk. Annars segjum við bara góða helgi. Góðan sæl nýjum, við þökkum Ásthildi Hannesdóttur fyrir hennar ágætu yfirferð á pólitíkinni sem birtist okkur á samfélagsmiðlunum hér heima. En okkar augu hafa ekki síður beinst að alþjóðasviðinu síðustu sólarhringana því á laugardaginn hófu Bandaríkjamenn í samfloti við Ísraela gríðarlegar árásir á Íran. Markmiðið er að steypa klerkastjórninni sem þar hefur verið við völd frá 1979 og kúa þær tugir milljóna manna sem að búa í þessu merka landi menningar, Persana. Ég hef fengið hingað til mín góða gesti sem að kunna skila á ýmsum þáttum þessarar deilu og hvaða áhrif það getur haft á samfélögin vítt og breytt heiminn. Það er þeir Stefán Gunnar Sveinsson, blaðamaður hér á Morgunblaðinu og Þórður Gunnarsson, hagfræðingur. Komið sælir. Þessar. Takk fyrir að koma hér á vettvang. Þetta er auðvitað staða sem er að þróast dag frá degi og mjög hratt, gríðarlegt magn frétta sem að streymir yfir okkur á hverjum tíma. Við viljum að ræða þetta svona út frá punktstöðunni á þessum degi hér. Stefán Gunnar, laugardagsmorguninn, þetta, íbúar í Teheran vöknuðu upp bara eins og hvern annan dag, það var tiltölulega bjart veður, en svo dundu ósköpin yfir svona, var þetta upp úr 9 morguninn? Eitthvað svoleiðis og það var kannski það sem kom á óvart því að venjulegast hefjast svona átök að nóttu til. En þarna sáu Ísraelar og Bandaríkjamenn sér einhvern leik á borði. Þeir vissu af því að Khamenei, æðsti klerkur, væri að fara að funda með svona sínu helsta ráðgjafaliði þarna í forsetahöllinni í Teheran. Og þá var bara ákveðið, nú er bara alveg jafn góður tíma á hver annar til að hefja. Og það er með þessum svaðalega árangri að mér skilst að hann bara fer þarna bara strax í fyrstu árás þessa stríðs. Fyrstu klukkustundirnar eftir að þetta berast, þá voru hernaðarsérfræðingar við og heima að velta vöngum yfir þessari tímasetningu einmitt að morgni. Og menn sögðu, þetta er nú kannski ekki síst bara til þess að koma mönnum á óvörum og það skiptir miklu máli stríði. Það er ekki fyrir en líða tók á kvöldi sem að það fékk staðfest að þeir hefðu náð höfuðpörnum.
Já, en ég heyrði nú að Mossad víst búið að ná að teygja þræði sína það vel inn í þessa írönsku yfirstjórn að einhver útsendari þeirra eða fulltrúi lætur vita, þessi fundur fer fram á þessum tíma á þessum stað og ég heyrði þó að sé algjörlega óstaðfest á þessari stundu að Ísraelar hefði verið komnir með ljósmynd af líki Khameneis bara örfáum klukktíma eftir að árásin á sér stað. En það tekur þetta alltaf tíma að staðfesta svona og þú veist, sérstaklega núna þegar hægt að falsa ljósmyndir auðveldlega bara í símanum hans. En þetta virðist að verið bara mjög góður árangur af þessari aðgerð ef maður horfir bara út frá hana frá svona hernaðarsjónarmiði. En út frá því aftur, þetta ekki ótrúlegt gáleysi af hálfu Írana að vera í forsetahöllinni yfir höfuð, vera á ferðinni þegar að það blasti við að það var eitthvað í uppsiglingu, Bandaríkjamenn búin að hlaða upp þetta gríðalum herafla af ýmsu tagi, F-22 Raptor vélar komna til Suður Ísrael, 2 risastór flugbátsskip. Þetta og nú eru Bandaríkjamenn og Ísraelar ekki saklausir heldur en þetta er aðalega hroki. Það er ekki byrjað að ráðast á að gera loftárásir, þá koma þær ekkert fyrir inn í nótt eða hvernig. Þeir hefðu mátt segja sér sjálfir að það uppbyggingi var búin að vera slík að það mátti eiga von á hverju sem var hvenær sem var. En þeir hafa kannski haft einhverja trú á því að það voru einhverja viðræður í gangi þarna í Genf sem gengu þó ekkert sérstaklega vel þannig séð. Það mátti alveg vera augljóst að það myndi eitthvað gerast þarna helgina og þá finnst mér óskilulegt að þeir hafa bara ákveðið að hafa einmitt, eins og þú segir, einhvern fund þarna í forsetahöllinni frekar en einhverju neðanjarðarbyrgi langt neðanjarðar því að Guð veit að Íranar hafa nú nóg af þeim. En verður þetta ekki líka skoðast í ljósi aðgerðarinnar í Venesúela þar sem að Trump hafði gefið tiltekinn gálgafrest en fer svo inn óvænt og fyrr. Það sömuleiðis hefði átt að gefa mönnum ástæðu til að ætla að eitthvað myndi gerast. Gerðu þá kannski frekar ráð fyrir að hann myndi láta ræna kallinu frekar en að sprengja í loftu? Kannski áttur von á því, en kannski líka þá von á því að slík aðgerð væri dæmd til að mistakast því að Venesúela er með svolítið öðruvísi landafræði en Íran og tilraun til að hreinlega bara lyfta kallinum í burtu eins og þeir gerðu við Maduro. Það væri nú svona öllu heldur líklegra að það hefði bara endað með nokkrum ónýtum Black Hawk þyrlum. Óðsmannsæði. Við erum konið hérna með mynd upp á skjáin sem að væri ágætt að fá ykkur félagana til að útskýra fyrir okkur. Það eru ýmis staðarheiti, örnefni og annað sem að verður að fjalla og þetta er ruglingslegt fyrir fólk. Íran er þarna auðvitað í miðjunni en nágrannaríkin sem eru líða fyrir þessi átök núna mjög. Hvernig myndir þú lýsa sérstaklega sjávarhlutanum í þessu? Við sjáum hérna rauðu punktanir eða gulu punktanir eru staðir þar sem Ísraelar og Bandaríkjamenn hafa gert loftárásir. Ég sé strax nöfn eins og Bushehr og Shiraz. Þar eru líklega verið að ráðast á kjarnorku áætlun landsins. Aðrir punktar þarna við eru líklega einhvers konar eldflaugaskotpallar eða annað þar sem Íranar reyna að hafa stjórn á Persaflóa og sérstaklega Hormússundi. Og þú sér líka hafnarborginnar Bandar Abbas, þar er megnið af íranska flotanum en líka ég nú ekki alveg viss með framburðin þannig að það er ekki Chabahar. Þar eru flotastöð. Þannig að árásunar beina svona því að reyna að draga úr getu Írana til að hafa áhrif á skipasiglingar Persaflóa og Persaflóin hann liggur Hormússund sem er bara með einhverja 56 kilometra hann á milli. Ég held að sem er ekki 30-40? Er það? Þetta sé bara eins og frá Reykjavík yfir til Keflavíkur. Já, þetta er allavega þú sér þarna á milli. Og Hormússundi liggur út í Ómanflóa sem aftur liggur út í Arabíska hafið og þar eru núna flest herskip Bandaríkjaher sem að taka þátt í þessum aðgerðum. Arabíuhafið er þar sem við sjáum 250 km markalínuna. Já, og svona leiðir svona út í þessum stóra hafið sem kallast Indlandshaf. Já, og þar fyrir sunnan er Ómansflói sem kallað líka fyrir sunnan Arabíuflóan. Það er dálítið ruglingslegt að meðal annars á MBL og fleiri miðlum þá tölum við Ómanssund og Ómanflóa en þar er verið að vísa sannlega í Ómanflóan og Hormússundið sem er alþjóðlega fjallað. Þórður, Hormússundið, þetta er ekki bara eins og hvert annað sund. Nei. Þetta er flöskuháls á mikilvæga lífæð. Já, á bara, mest talað olíu og gas en það eru auðvitað
mikið magnað öðrum hráðurum sem fer hann í gegn. Ef við byrjum á olíunni þá þetta það bil 20 til 25% ferðutökundu lítur á það af allri olíu sem flutt á sjó fer þarna í gegn. Kína hefur verið langstærsti kaupandinn af þeirri olíu en svo á síðustu árum hefur gasútflutningur sundið aukist mjög hratt. Það þessi tækni þar sem að jarðgas kælt niður í -160 gráður á Celsius þannig að það kemst á fljótandi form og þá þetta daglega á skip og flytja það milli heimshluta. Það gas fer í stórum stíl líka til Kína og Indlands en að sama skapi til Evrópu og þetta í rauninni 20% af öllu svona LNG-gasi sem framleitt og flutt út í heiminum fer þarna Það þá frá Sádi-Arabíu, það frá Katar fyrst og fremst sem eru með þess að gasið. Með gasið, en í olíunni eru þetta þessi ríki sem eru við Persaflóa. Þau hafa ekki aðrar góðar leiðir til þess að koma þessar hráðvöru frá sér. Það ein leiðsla sem Sádi-Arabía með yfir í Rauðahafið en það ekki nálægt því að það ekki næstu nóg til þess að koma þessu magni þar í gegn. Það hafa komið fregnir því eins og í Írak þeir hafa bara þurft að keyra niður framleiðsluna niður í nánast ekki neitt og að dæla olíuna á skip sem eru bara að lóna þarna fyrir utan því þau komast ekki áfram. Kúveitar eru í svipuðum vandræðum og sannlega Sameinuðu arabísku furstadæmin en það merkilegt að fylgjast með verðþróuninni á olíu í tengslum við þetta frá áramótum og fram að síðustu helgi hafði þetta hækkað úr 60 í $70 á byggt mikið til að þeim væntingum að það geti eitthvað að fara að eiga sér stað þarna á þessu landsvæði en svo eftir að þessi átök fara af stað og allt stoppað það fer ekkert þarna í gegn það ekkert smá, þetta ekkert smá stór hluti af því sem að heimurinn notar þá hefur olían hækkað aðra $10 og svona í kringum 80 núna $80 á tunnuna. Helsta ástæða þess að þetta hefur ekki hækkað meira svo að Kínverjar hafa byggt upp gríðarlegar olíubirgðir, byggt upp getu sína til að geyma olíu á síðustu árum og það talið að þeir séu með 1,2 milljarða tunna á lager. Öryggisbirgðir, já, það bil 3 sinnum meira heldur en Bandaríkin eru með og Bandaríkin eru alltaf með langbestu öllum, þeir eru bara búin að byggja þetta upp á síðustu árum en þetta samt dugar þeim bara í svona 3 mánuði, kannski 100 daga, þannig að það svona þessi, ég leiði mér að sletta svona þessi buffer sem að halda verðinu og olíunni svona lágum. Þeir vilja heldur ekki keyra þessar öryggisbirgðir of lágt vegna þess að þá eru þeir orðnir veikburða gagnvart mögulegum átökum á heimavettvangið annars staðar. Eflaust og það nú sennilega skýringin á því hvers vegna þeir hafa ekkert staðið við bakið á Íran þó að Íran hafi nú litið á Kína sem sína svona kannski sterkustu bandamenn þá hefur Kína ekki litið í áttina á þeim síðustu vikuna. Ekki litið, það hefur ekkert heyrst frá þeim. Nei, enda Kína komin í vandræða því að það eru þessi 3 lönd sem selja þeim olíu, það Venezuela, þeir gera það ekki lengur. Núna kemur ekkert frá Íran, þannig að þeir þurfa þá að treysta á Rússland og þessar neyðarbirgðir. En eins og ég segi, það það kannski 2-3 mánuðir í viðbót sem að verðið hækkar ekki meira en þetta, en ef þetta ástand í Hormúsundinu verður viðvarandi, þá þarf ekki að spyrja leikslokkum og verðið fyrir auðveldlega yfir $100 á tunnu. Og það ekki bara sprengjuárásir, í raun og veru ekki sprengjuárásir Bandaríkjanna og Ísraela sem að valda því að Hormúsundi lokast. Það íranski byltingavörðurinn að beina spjótum sínum í allar áttir og meðal annars að olíuskipum sem að fara þarna Þeir hafa hótað því að bara sundið sér lokað og ef einhver reynir siglingu að þá muni þeir eyðileggja það. Það spurning hvað getu þeir hafa til þess og Bandaríkjamenn og Ísraelar hljóta hafa mjög ofarlega á forgangslista að reyna að koma í veg fyrir að Íranar hafi getu til þess að stjórna þessu sundi en hótunin ein og sér nóg til þess að skipasiglingar eru flókifyrirbæri og það tryggja ekki á hversmannsfæri og ekki hvað Lloyds, það ekki helsta fyrirtæki Lloyds í London sjóvá almennar í London hjá Lloyds. Já, tryggingafélögin eru búin að draga sig í hlé. Þau segja, nei, við getum ekki tryggt þetta og þá hafa flutningafélögin bara einfaldlega ekki ráðið að taka sénsinn ef eitthvað kemur og ég meina að þú getur tekið út eldflaugapalla og dróna en það kannski erfiðara að eiga við að kemur alltaf einhver hraðbátur og menn með segulsprengju tankerinn. Þú bara komið þá með gríðarlegt tjón og og eitt skip sem ferir þá bara þvílíkur skaði þannig að þeir stoppa umferðina bara með hótunin einnig sér en svo eru þeir líka með þessar árásir
sem eru af því að stríð í sjálfu sér veldur óvissu. Það keyrir upp verð á ýmsu, við sáum það bara, ég held að Brent-olían þegar Rússar réðust inn í Úkraínu, hún fór þá upp í sitt hæsta, ástandi núna hefur ekki ennþá náð hámarkinu sem það náði í mars 2022. En þið sjáðu á kortinu hér, þeir eru að skjóta mikið af þessu eru herstöðar Bandaríkjamanna í heimshlutanum, mikið eru líka bara einhverjir flugvellir og annað, en svo líka olíuframleiðslustaðir í Sádi-Arabíu og Katar, Kúveit, jafnvel eitthvað í Írak. Það líka það sem maður sér, já, það stendur Energy or Power Station, þeir eru líka að skjóta á hafnir til þess að reyna að koma í veg fyrir að skipin geti fermst þar. Og svo það sem vakti athygli mína var það að þeir fóru bara að skjóta drónum á hótel í Dubai og eitthvað svona, þú veist, það bara til þess að valda skelfingu, bara til þess að reyna einmitt að svona ýta svona á Ísrael og Bandaríkjamenn og jafnvel bara Vesturveldin í heild sinni, viljiði virkilega fara í þetta, viljiði virkilega takast á við okkur því að við getum valdið ykkur skaða sem þið eru kannski ekki tilbúin til þess að horfast í augu við. Og það mjög flókið að sinna loftvörnum á jafn stóru svæði. Eitt að verja Ísrael með Iron Dome eða járnhvelfingunni og það nú nægilega stórt og mikið verkefni, en þú ert farin að tala allan Arabíuskagann og öll þessi lönd og all þessi hagsmuni, þá þetta nánast ógerlegt jafnvel þó þú heitir Bandaríkjaher. Já, og líka þú veist, Ísraelar sögðust í gær, ef ég maður rétt, hafa tekið út 60% af öllum eldflaugaskotböllum sem Íranar hafa. Þetta svona færanlegir bílar og þannig. Og það alveg ágætur árangur og það kemur ekkert óvart þó á næstu dögum, jafnvel bara snemma í næstu viku að þá verið eldflaugaskot frá Íran sjaldséður hlutur. En það ekki jafn einfalt að stoppa þessa ansans dróna á afsaki orðbragði, að þessi Shahed dróna sem Íranar þróa og selja til Rússlands til notkunar í Úkraínustríðinu, þeir eru bara virkilega skæð og ógeðfelld vopn sem voða erfitt að eiga við og líka, og ekki bara Shahed heldur aðrir drónar, þetta kostar allt pínulítið og loftvarnarflauguna sem hefur til þess að takast á þetta allavega í þessum heimshluta, ég sá líkinguna að Íranar geta kastað drasli í okkur miklu lengur en við höfum efni á því að kasta Lamborghini bílum á móti til þess að taka drasli niður. Því að þannig kostnaðar Það sérstaklega verið að tala Patriot loftvarnakerfi sem að hver flaug til að stoppa einn dróna kostar 20 milljóna en drónin kannski 1-2 milljónir. Já, kostar eins og bara 6 ára gamall Yaris. Já, valla það. Já, ef þú ætlar að stoppa 6 ára gamlan Yaris, myndur þú henda nýja fína Lamborghini eða Bugatti. Ef þú þarftir, ef þú hefur ekki annað. Nýjustu tíðindin eru þó þessi að Úkraínumenn með sína tækni, þeir hafa verið að fást við þessa írönsku dróna því að það má ekki gleyma því að Rússarnir hafa verið að sækja vopnabúr til klerkastjórnarinnar. Þeir hafa sótt mikla þekking og reynslu í að verjast þessum drónum og það er verið að biðla núna til Úkraínumanna að þeir komi Arabaríkjunum til varnar. Þeir eru loks með spila á hendi, svo við notum líkinga Bandaríkjaforseta og við skulum geta sagt Úkraínumenn þetta hross að þeir bregðast við kallinu með því að segja já bara, við skulum veita ykkur þessa dróna og þessa svardróna og þekkinguna sem þarf til þess að reyna að bregðast við þessu. Þeir hika ekki eins og margir gerðu í þeirra tilviki? Nei, það náttúrulega málið, kontrastin svo, það héldu allir að Úkraína væri bara fallin strax þegar Rússar gerðu innrásina sína 2022 og átti engin von á því að þeir myndu vera enn að berjast 4 árum síðar. Núna skórinn á hinum fætinum, eins og ég segja í enskunni. Þá eru Úkraínumenn boðnir og búnir til þess að veita sína aðstoð. Já, og enda, svo ég haldi aðeins áfram með þetta sem ég var að tala áðan, að Evrópa auðvitað einn af stóru töpurunum í því sem að gerast núna. Þessa mundir eru 4 ár liðin frá því að Rússland fór af stað þarna í Úkraínu og Evrópa gripin með buxurnar á hælunum þegar kemur að eigin orkuöryggi. Búin að hafa 4 ár til að gera eitthvað í þessu. Evrópa undirlögða þessu sama shale gasi eins og Bandaríkjamenn eru að vinna, en þeir vilja ekki nota það, ákvað í staðinn fyrir að gera það. Við ætlum að hætta að kaupa Rússlandi en fyrir þá bara í þetta LNG frá Katar og Bandaríkjunum. Og núna það bara allt og dýrt og Evrópa að biðla til Úkraínumanna að opna á gasleiðslur sem á að hafa skemmst sem liggur frá Rússlandi og inn í Ungverjaland, af því að þeir bara þurfa þetta gas. Gasbirgðir í Evrópu hafa ekki verið svona lágar í 5 ár, það hefur verið mjög kaldur vetur þar eins og við vitum.
Þannig að sko, í annað skipti á 4 árum eru íbúar á meginlandi Evrópu að fá þennan allt og háa reikning fyrir þessa draumsýnum, þetta kolefnishlutleysi og allir þessi kolefnisskattar. Þetta er efnahagsleg helstefna og við munum sjá hana raungerast núna næstu mánuðum aftur í Evrópu, nú 4 árum síðar. Þú ert að segja að Evrópa búi sjálf yfir auðlindum sem hægt sé að vinna í nægilegu magni. Það hefur verið sýnt fram á það, til dæmis í Pólandi og í Bretlandi, nóg til aðeins í Hollandi og þetta hefur bara ekki verið skoðað á, en það er engin ástæða til að ætla annað. Þannig að Evrópa getur alveg tryggt sitt eigið orkuöryggi, en hún kýs að gera það ekki og kýs að treysta á einhverja aðra til að útvega sér orku og hefur losun á heimsvísu eitthvað minkað eftir að Evrópa hóf þetta prógram sitt? Nei, hún hefur bara fæst annað. Þannig að Evrópa geti frosið í hel á komandi vetri vegna náttúrugriða og landverndar? Já, annarkvort það eða hún þarf að borga alveg gríðarlega háan reikning til að fylla á þessar byrðir fyrir veturinn. Eitt af því sem hefur verið nefnt meðal annars í breskum fjölmiðlum er það að Trump muni þrjóta örendið í þessu slag á fáum vikum út af orkuverðinu. Kínverjarnir eru nú aðeins að dempa það auðvitað með varabirgðunum. Varabirgðir Bandaríkjanna eru í sögulegu lágmarki í raun og Trump hefur ekki staðið við fyrirheitum að fylla alla tanka upp að börmum. Er eitthvað hæft í því, getur verið að menn missi móðinn að því að þetta verður allt svo dýrt og mun hafa svo mikil áhrif í verðbólgu og öðru slíku? Það er talað um það að leið og eldsneytisverðið í Bandaríkjunum fyrir $350 á gallónið þá verði pólitíkin erfið. Það er það ekki 120 krónur íslenskar held ég, cirka. En Trump hefur hins vegar það spil á hendi og mann hefur ekki sýnst að vera feimið við að beita svona efnahagslegum einangrun aðgerðum. Hann getur bara stoppað útflutning á eldsneyti og þá náttúrulega þetta lækka verðið í Bandaríkjunum. En hverjir standa þá uppi sem tapar henni aftur? Það er náttúrulega bara Evrópa sem háð Bandaríkjunum bensín sérstaklega. Þannig að hann getur alltaf sett á útflutningsbann. Hann náttúrulega var bannað að flytja út hráolíu og ýmsar olíu verið lengi. Það var þetta Jones-löggjöf sem var sett. Hún var svo voru menn konum við leiðið fram hjá því, en það er alltaf hægt að setja bara á útflutningsbann og þá dettur verðin alltaf niður. Menn gleyma því að Bandaríkjamenn eru stærsti framleiðandinn á sviðinu í dag. Þeir eru stærsti olíuframleiðandi heims. Það var náttúrulega alltaf Sádi-Arabía og Rússland voru alltaf stærri, en eftir þessa shale-byltingu eru Bandaríkjamenn bara orðin langstærst og eru sjálfsög nóg þetta. En það er ekkert að þessari olíu úr Persaflóa að fara til Bandaríkjanna eins og var í olíukreppunni fyrir 40-50 árum síðan. Kíkjum aðeins á, við erum hérna með kort sem sýnir með hvert þetta eldsneyti allt saman er að fara í gegnum Hormúzsundið. Þetta er dálítið áhugaverð mynd. Margir einhvern veginn halda að Evrópa og Bandaríkin séu mjög háð þessum flutningum í gegnum, ég var að segja Ómansundið. Já, segjum Hormúzsundið. Já, reynum að vera dálítið öðruvísi. Þarna sést að þetta kemur auðvitað langverst við 2 fjölmennustu ríki veraldar. Já, það gerir það, en þó að Evrópa sé nú bara lítil sneið á þessu grafi, þá er þetta samt mjög stór hluti af því sem Evrópa þarf. Já, þannig að þetta er dálítið bjöguð mynd hvað það var. Já, upp á það gera, en stóri lærdómar af þessari mynd er þetta kemur rosalega illa út fyrir Kína, en þeir eiga þó þessar byrðir, en Indland á það ekki, og núna og þetta er slæmt eins og með gas og það fyrir líka mikið ábyrgð þarna í gegn og þetta verður slæmt fyrir matvælaframleiðslu í Indlandi. En þegar kemur að eldsneyti þá er Evrópa framleiðir nóg af dísil, fær eitthvað sem frá Rússlandi, en Noregur útvegar mikið dísilinn á Evrópu, en ég held síðast ég sá að það var tæplega 50% öllu flugvél eldsneyti sem Evrópa notar er flutt frá Persaflóa. Þannig að svona í fyrsta kastið mun þetta örugglega koma í Evrópu mun þetta koma verst við fluggeran, en svo þegar við förum inn í sumar og ég tala ekki um haustið og eftirspurningi gasi fyrir aukast, þá mun það bara birtast í verðbólgu. Indverjarnir, það er orkuskortur í Indlandi hjá þessum 1,5 milljarði manna sem þar býr, það bil. Á norður Indlandi er orkuverð hærra en á nokkru öðru byggðuból í heiminum. Ástandið er strax orðið alvarlegt að Bandaríkjamenn voru að heimila Indverjum að kaupa olíu af Rússum sem að þeir höfðu þvingað á með handafli til þess að hætta að gera. Það voru Indverjar náttúrulega tóku mikið af þessari rússnesku olíu þegar það losnaði hana 2022 og 2023, en svo einmitt var búið að vera að slá á puttana með það, en ég held að Bandaríkin hafi engra annara kosta völ en að opna þetta aftur núna, annars bara fer mjög illa þarna. Khamenei er allur
og farið hefur fé betra. Hann hefur stýrt þessu ríki með harðri hendi frá 1989. Ég leyfi mér að segja að hann sé ekki þjóðarleiðtogi, hann hryðjuverkaleiðtogi. Það eitthvað verið að deila um það hvort hann hafi verið lögmætt skotmark. Ísraelarnir segja hann hafi verið það því hann hafi verið æðsti yfirmaður hersins. Já, ég held að út af fyrir sig það alveg rétt hjá Ísraelum hvað það snertir. Deilan lögmæti aðgerðina auðvitað svona, þú þarft helst að hafa tæmt allar leiðir til sátt áður og hefur stríð af þessu tagi. Ég held að Macron hafi nú bara orðað það best. Þessar aðgerðir Ísrael og Bandaríkjamanna voru á svig við alþjóðalög, en sagan mun aldrei gráta böðlana. Og fáir menn á þessari jörðu hafa unnið jafn rækilega inn fyrir örlögum sínum og Khamenei æðstiklerkur. Og fyrst við erum að tala svona heri og allt það. Her Írans, landher Írans, hverju hann bestur í? Jú, að myrða sína eigin þjóð. Það svona, maður vill helst að heri séu betri að verja þjóðina en að myrða hana, en landher Írana ansi öflugur í því að brytja niður sitt eigið fólk. Frá 28. desember og fram í miðjan febrúar talið að einhvers staðar á bilinu 30 til 100.000 íbúar hafi verið myrtir köldu blóði vegna þess að þeir risu upp og mótmæltu stjórninni. Ef ekki við slíkar aðstæður, hvenær á alþjóðasamfélagi að bregðast við? Sameinuðu þjóðirnar hafa reynst algjörlega gagnslausar í þessu máli. Menn hrópa á torgum, meðal annars íslenski utanríkisráðherrann, að þetta sé gangi að svig við alþjóðalög. Ef ekki að fagna því að menn stígi inn og segi ef þið takið upp á því að drepa 20.000 af ykkar eigin íbúum fyrir að tjá skoðanir sínar, þá mætum við. Við ætlum ekki að líta á það sem ykkar innanríkismál. Já, einmitt. Þetta alveg flókin umræða því að ég ræddi nú við Erling Erlingsson, hernaðarsakfræðing daginn og einn hans helsti punktur var sá að það normalisera það að taka út þjóðhöfðingja með þessum hætti, því að hann var auðvitað ekki bara yfir hershöfðingi þarna í þessum morðherr Írana, heldur var að líka þjóðhöfðingi Írans, að það opnar þá... Það var líka trúarleiðtogi. Trúarleiðtogi og allt það. Að með því að taka hann út að þá sé alveg hægt á svo að þú sést búin að normalisera það að stjórnmálaleiðtogar séu bara valið skotmörk sama hvernig hún til þeirra. Og þá sé kannski búið að opna smá svona Pandoru-box upp á það að okkar eigin þjóðarleiðtogar hér á Vesturlöndum geti verið skotmark. En hefur það ekki gerst? Ég meina Zelenský, þeir reyndu að miða Zelenský á fyrsta stríðsins. Og reyna enn. Trump hefur orðið fyrir banatilræði þó að það kunna vera einstaklingar þar að baki, en það er sótt að þessum mönnum Það er sótt að þessum mönnum allan heim, en venjulegast það nú ekki, fyrir utan kannski í tilfelli Zelenskís, venjulegast það ekki beinlínis ríkisvaldið sem stendur á baki. Reyndar tilfelli Írans, það er svolítið grátt svæði því að Bandaríkjamenn segja að Íranar hafi haft plott í gangi að myrða Trump þegar hann var frambjóðandi. En maður veit ekki hvað, það var maður handtekinn og þetta var allt kæft í fæðingu. En þetta er alltaf svona gráum svæðum og það er kannski alveg þess vegna sem fólk vill reyna að halda sig í reglurnar og alþjóðalögin að reyna að hafa einhver svona norm þannig að það taki ekki við algjört kaos. En á sama tíma þá er mjög, þú veist, þá held ég allir séu líka mjög skýrir á því að Khamenei var ekki einhver sætabrauðsdrengur. Nei, og ekki bara þjóðarleiðtogi í hefðbundnu skilningi. Hann var búinn að vera að halda uppi hryðjuverkasellum vítt og breitt heiminn og valda manntjóni og efnahagslegu tjóni víða heim. Og hvers vegna, þú veist, samkvæmt alþjóðlegum sáttmálum hefur hvert ríki rétt á að nýta sér kjarnorku í friðsamlegum tilgangi. Þegar Íran reynir það, þá bregðast allir við. Af hverju? Af því að bara hegðun klerkastjórnarinnar og Khameneis í alþjóðamálum þessi 30 ára eða hvað sem var bara þess eðlis að þeir höfðu sýnt það að þeim var ekki treystandi. Þess vegna þurfti að setja á allar þessar takmarkanir og samkomulag að þeir myndi ekki auðga úran upp í eitthvað og þeir hafa brotið þetta allt saman og þeir segja, jú, það var bara viðbragð við því hvernig Bandaríkjamenn létu við okkur og svo framvegis. En það var aldrei neitt good faith þarna. Það var alltaf reynt að halda... Og það flækir stöðuna þetta að Íran og Khamenei höfðu þá opinberri stefnuskrá sinni að gjöreyða Ísrael. Hann var einhvern tímann spurður í viðtali hvað er það fyrsta sem þú hugsar þegar þú vaknar á morgnana. Og hann sagði það er að ná fram því markmiði að gjöreyða Ísrael. Og þjóð eða ríki sem að býr yfir kjarnorkuvopni og með þetta stefnuskránni er þetta stór hættulegt og ekkert minni það. Hann er farinn frá
þeir hafa verið að reyna að velja nýjan leiðtoga og það hefur ekki brosulega því að þeir eru teknir út jafn óðum af Ísraelum sem að hafa gríðarlega öflugar leyniþjónustu upplýsingar. Hver er líkleg atburðarás næstu sólarhringa og vikur? Var þetta val á nýjum leiðtoga eða? Já, og stenst íranski byltingavörðurinn og klerkastjórnin þessa ágjöf. Þetta er ekki venjuleg helgi eða vika hjá þeim. Þeir hafa nú samt haft nokkra áratugi til þess að búa sig undir átök og einhvers staðar heyrði ég að þeir væru jafnvel komnir með svona succession línu alveg 40 manns í einhvers konar erfðaröð. Það var nú svolítið dýrt að ætla að fara að taka alla út sérstaklega því að þeir eru ekki að fara að gera aftur sömu mistökin að halda opna fundi í forsetahöllinni að degi til sko. Atburðarásin verður líklega kannski bara svipið eins og hún var í stríðinu núna á Gaza og í Líbanon að Ísraelar leita upp í þessa leiðtoga og reyna að taka út þegar þeir geta. Og það fer þá bara algjörlega eftir í hversu góðir Íranar eru í að verja sína leiðtoga og hversu vel það gengur. En það verður klárlega áfram loftárásir næstu dag og vikur myndi ég halda til þess að reyna að taka það út þessa toppa. Og þetta hernaða mannvirkin sem eru að valda ógn út fyrir svæðið. Það er nefnilega svolítið, það er svona helsta sem þeir þurfa að gera núna er að tala að skjóta bámanninn en ekki örina. Það þykir einfaldara að taka út eldflaugaskotpallana því að það er líka það er flókið mál að búa þá til svona miðað við það að framleiða sjálfar eldflaugarnar. Íranar eiga nægar byrjar að eldflaugum til þess að halda upp í ógn og skelfingu næstu mánuði en ef þeir hafa ekki til þess að skjóta þeim á loft þá sitja þær bara í vöruhúsunum í birgðageymslunni. Minnir á Gunnar og Hlíðarenda þegar að strengurinn slitnaði. Já, vonum bara að það sé enginn að fara að rífa hár úr til að gefa Írunum úr hatti sínum. En svo er þetta innan ríkismáli auðvitað leið. Upphafið þessu eru þessi mótmæli sem að maður batt vonir við að myndi leiða til stjórnarskipta í ríkinu. Eru líkur til þess að íbúarnir öðlist sjálfstraust til þess að snúa sér gegn þessum mönnum kannski þegar að sprengjuregninu linnir? Maður vonar það auðvitað, en maður óttast að til dæmis þeir náðu að kvelja þetta dálítið niður hérna í janúar með því að myrða þessi 30.000 manns þar fyrir örugglega drjúgur hluti af þeim sem líklegastir voru til þess að rísa upp. Þannig að það þarf að veikja það sem eftir, það þarf að veikja stjórnvöld ansi mikið til þess að þeir fari aftur upp. Síðast sem ég heyrði svo er það að vopna Kúrda í vesturhlutanum. Ég held að það gangi illa upp nema til þess að bara búa til einhvers konar sjálfstjórnar hér af Kúrda því að Persarnir vilja ekkert láta það þekkjast einhver mesta menningarþjóð mannkynssögunnar að þeim hafi verið bjargað af Kúrdum. Og allir Erdogan myndi vera sáttur með þetta líka? Svo er það auðvitað að Tyrkir hafa mjög sterkar skoðun á því hvað Kúrdar í öðrum ríkjum gera þannig að hann gæti hæglega reynda að eyðileggja öll slík plön. Já, nei, ég ætla að segja líka með þetta sem er í gangi núna, það er erfitt að sjá hvernig þetta endar en eitt sem að vera muna, það hefur ekki einu orðið verið minnst á það að það er að koma á lýðræði í Íran. Það hefur nú séð það áður hérna fyrir ekki svo lengur síðan. Ég held að sé enginn að gera sér grillur það að setja að koma á lýðræðisríki þarna. Valdastrúktúrinn hefur verið nokkuð svipaður síðustu 100 árin. Það er eitthvað einn á toppnum sem ræður og það verður örugglega þannig áfram. En þó hefur prinsinn, sonur keisarans sem felldi var að stalli 79, Pahlavi, hann hefur verið að tala fyrir því að koma á svona millibilstjórn og að valdi verði fært í hendur fólksins þegar að kyrrð kemst á. Þá þarf það frumkvæði að koma innan frá sko, en ég er að segja að þetta ég held að það sé enginn á vegum Bandaríkjanna að reyna að koma á lýðræði eins og Trump segir einfaldlega þessa dagana, ég ætla að hafa puttan í því hver verður settur yfir ríkið eins og þeir gerði í Venezuela. Það var þátti sérstakur snúningur að þeir semja við varaforsetann sem var hluti af illþýðinu þarna í Caracas. Maður velti fyrir sér, þú veist, það er ekki besta niðurstaðan endilega fyrir almenningi í Venezuela að illþýðið fá að halda áfram þó að toppurinn sé tekinn af. En aftur eru bara aðstæður þannig í Venezuela er miklu nær Bandaríkjunum miklu varnarlausara fyrir. Þannig að ef Delcy Rodríguez hæða sér ekki eins og Bandaríkjamenn vilja þá er komin fordæmi fyrir því að hún verði bara gripin
úr forsetahöllinni eins og Maduro áður. Flutti Brooklyn. Klerkastjórnin í Íran sem er byggt núna bara hálfrar aldar hatur á Bandaríkjamönnum. Þó að Trump segi, já, ég verð að fá að ráða þessu, þá eru þeir bara að fara að reka löngutöngina á móti og þeirra hernaðar aðferð, því að við erum búin að fara, herinn þeirra er veikburða og það er verið að taka út getur til þess að þeir munir samt alltaf reyna áfram að valda sem mestum usla í að reyna að gera átökin of dýr. Það verður bara svona stríðshagfræði. Ef við getum gert það dýrara fyrir ykkur að halda upp í átökunum og óþægilegra fyrir ykkur, að þá vinnum við á endanum. Í því sambandi hafa leyniþjónustur Vesturlanda miklar áhyggjur af sofandi úlfum, einstaklingum eða smærri hópum sem hafa komið sér fyrir inn í ríkjunum og gætu farið að beita hryðjuverkaógninni gegn okkur hér á heimavelli. Það er auðvitað kannski eitt helsta áhyggjuefni er að segjum svo að bara jákvæðast að spáin gangi upp og svona beinum átökum ljúki núna en samt yrði það þá þannig að klerkastjórnin eða byltingarvörðurinn einhvers konar harðræðisstjórn sem ætti harma að hefna væri áfram við völd, þá kæmi ekkert á óvart þá eru settar og kannski jafn með þegar búið að setja af stað einhver plön að taka út hendina með einmitt eins og þú segir, einhverjum svona leynisellum hér og þar sem ættu bara að valda usla bara í hend. Ég meina, Reagan sprengdi Líbíu 1986 og 2 árum síðar þá sprakk farþegaþota yfir Lockerbie í Skotlandi. Já. Þannig að þú veist, þeir munu, það verður einhvers konar hefnd og einhverjar ófyrirséðar afleiðingar get ég leyfið mér að fullyrða. Og eins gott að leyniþjónusturnar haldi vöku sinni í því ótrúlega starfi sem þær sinna. Rétt í lokin, Þórður, ég er að fá hingað til mín á eftir Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins, að ræða stöðu efnahagsmálana. Hvað sýnist þér, nú býðum við þetta eftir verðbólgumælingu frá Hagstofunni fyrir marsmánuð, mikil vonbrigði í janúar og febrúar. Eru þessi mál að fara að spila einhverja rullu í mælingunum núna í mars og jafnvel í apríl og maí? Já. Áhrifin sem við finnum strax fyrir eru þetta hærra eldsneytisverð og Hagstofan sé að vísa að breyta útreikningunum til að taka tillit til hvernig þessari gjaldtöku var breytt núna áramótin, en ef að orkuverð helst svona hátt eins og það gerir núna í Evrópu komið upp 70-80%, þá þetta smitar það út í alla matvælaframleiðslu og allar iðnaðarframleiðslu, þannig að ef við vorum ekki vissir hvað Seðlabankinn myndi gera í þessu mánuði, hvort hann myndi halda þeim óbreyttum eða ekki, þá var það alveg öruggt núna og svo ríkisstjórnin sem tók við núna, þetta gagnrýndi þá síðustu mikið fyrir að ná ekki tökum á verðbólgunni, en það var að mjög miklu leyti ytri áhrif og nú fá þau sinn skammt af ytri áhrifum og það verður gaman að sjá hvernig þau ætla að takast á við það. Getur Seðlabankinn lent í því núna að þurfa að hækka vexti út af þessu? Já, ég held að það séu að hann mun að minnstakosti láta glitta í vaxtahækkun í síni greinargerð ef hann hækkar ekki vexti. Nú þegar. Já, það er bara skammtímatakturinn í verðbólgunni er það hár að þeim er annað ómögulegt að láta glitta í vaxtahækkun eða þeir hreinlega ekki hækka á. Svo maður grípir til tungutaks Seðlabankans, svona rosalegir atburðir eins og stríð í Íran leiða til verðbólgu á breiðum grunni. Það er bara þannig. Þakka ykkur kærlega fyrir mjög upplýsandi samtal, Stefán Gunnar Sveinsson og Þórður Gunnarsson. Takk. Við erum hins vegar ekki hætt, rétt eins og ég nefndi hér rétt áðan. Það var Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, komið hér í hús. Hann ætlar að ræða við mig stöðu efnahagsmála, en við munum óhjákvæmilega líka drepa á umræðinu Davíð Oddsson og arfleið hans. Þeir voru samherjar í Sjálfstæðisflokknum. Bjarni Benediktsson gegndi formennsku í flokknum gríðarlega lengi, rétt eins og Davíð, og við ætlum að rifja hér upp nokkur minnisverð tíðindi af þeirra samskiptum. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ekki gjalda fyrir útgjöldin. Cardio. Einfaldari útgjöld. Kíktu við og gerðu frábær kaup á risa tax-free-dögum í Ormsson. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni.
Komið sæl að nýju. Við þökkum Þórði Gunnarsinni hagfræðingi og Stefáni Gunnari Sveinsinni blaðamanni fyrir þessa ágætu yfirferð alvarlega stöðu í Mið-Austurlöndum sem að teiknast upp dag frá degi og við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. En hingað kominn Bjarni Benediktsson, fyrrverandi forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins og nýráðinn framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Ég ætla að ræða hérna við næstu mínúturnar stöðuna í íslensku efnahagslífi, atvinnulífi, stöðuna á fyrirtækjunum okkar sem að búa til störfin sem við þurfum á að halda. Blessaður Bjarni. Komdu sæll. Velkomin á svæðið. Já, takk fyrir að hafa mig hér. Já, þetta ekki í fyrsta sinn, en í fyrsta sinn í nýju hlutverki. Jú, það alveg rétt. Áður en við förum inn á það svið, þá eðli má samkvæmt ekki komist hjá því að ræða aðeins fráfall Davíðs Oddssonar sem var formaður Sjálfstæðisflokksins langt skeið og mikill leiðtogi hér á landi. Geturðu sagt mér af ykkar kynnum? Þetta eru sorgarfréttir og bara verulega mikil kaflaskil finnst manni. Og koma óvart, en þú spyrðum fyrstu kynni, já ég byrjaði 33 ára á þinginu og ég man eftir því að sko hann var það stór á þeim tíma, sko hafði verið lengi á sviðinu, við getum rifjað upp, hann vann þrennar borgarstjórnarkosningar í röð og svo fernar þingkosningar og við vorum þarna að koma út úr síðustu kosningum hans þegar ég kem inn á þing. 2003. Það má segja að það hafi verið þegar við komum þarna nokkrir á nýrri kynslóðinni þingflokks Sjálfstæðisflokksins sem að mín fyrstu kynni voru af Davíð, en hann var þá óumdeildur sterkasti leiðtoginn og með nær aldarfjórðung sér að baki sko í leiðtogahlutverki á sviði íslenska stjórnmála. Og það áttu eftir að verða talsvert mikil átakamál á þessu fyrsta þingi, menn eru kannski búin að gleyma þessu en þetta þingið þar sem að bæði fjölmiðlamálið og eftirlaunafrumvarpið komið fram og það voru mikil átök og Davíð var eiginlega bestur í átökum þegar það var stormur sko, þá naut hann sín hvað best. Var það augljóst? Já, það var nú nokkuð ljóst sko, hann var bara alltaf mjög rólegur og alveg sannfærður og ég minnist þess einu sinni að samfélagið logaði allt út af fjölmiðlafrumvarpinu og það var náttúrulega gríðarlega mikill áróður gegn hugmyndum að hafa afskipti af eignarhaldi fjölmiðla og til grundvallar umræðinu allri lá samt sem áður nokkuð viðamikil skýrsla og það hefði komið í minn hlut að leiða máli gegnum þingið sem formaður allsherjarnefndar. Og einu sinni þegar það svona aðeins brekka þér flestum fannst og það var nú varla rætt annað í heitu pottum sundlaugana og þetta var í öllum fréttatímum og fréttablaðið náttúrulega mjög sterkt á móti þessu og annað þess áttar. Þá kemur Davíð inn í þingflokksherbergið dálítið seint þegar hefjast þingflokksfundur og það mjög svona hljótt í þingflokksherberginu og menn mjög hugsi í þingflokknum og það var svona dæmigerður Davíð, hann kom og sagði mikið rosalega gengur vel hjá okkur í dag. Það svo gaman að þegar það gengur vel. Og þá breytti hann stemmingun á einni sekúndu sko, þá fóru allir með honum í lið. Hann hafði þennan eiginleika að skynja sko andrúmsloftið og það notaði hnyttni og var gríðarlega orðheppinn til að snúa umræðu þegar hún virtist vera að rata í ógöngur. En fyrst og fremst var hann náttúrulega leiðtogi með skýra sýn og hafði áhrif á heilu kynslóðurnar. Ég segi bara óhikað maður hafði áhuga á því að stíga inn á vettvang stjórnmálanna vegna hugsjóna sem hann hafði sett á dagskrá og barist fyrir og sýnt fram á hverju gátu skilað fyrir þjóðina. Þetta hvatti mann og vakti áhuga manns á starfi á þessum vettvangi en líka bara opnaði augum hans fyrir því hversu miklu skiptir að rétt sé haldið á málum fyrir lífsgæðin í landinu. Þú tekur síðan við formennsku í Sjálfstæðisflokknum á ótrúlegum tímum þegar að bankakerfið var hrunið og Sjálfstæðisflokkurinn í miklum sárum. Davíð blandaði sér inn í þá umræðu á landsfundum og öðru. Hvernig voru samskipti ykkar þegar þú ert orðinn formaður og hann fyrrum formaður með þessa löngu og miklu reynslu? Við vorum í samskiptum af og til og það svo sem
þarf ekkert að draga fjöður yfir það. Það blés stundum á þeim fundum. Hann hafði mjög sterkar skoðanir á því sem var verið að segja það sem gerst hafði og hvernig hann ætti að spila úr hlutunum. Og það var ekkert alltaf auðvelt að vera í nánum samskiptum við Davíð á þessum tíma, en á hinn bóginn sko verður maður alltaf að kunna meta það við fólk eins og hann sem bara svona hreinskiptið. Vill bara ræða hlutina nákvæmlega eins og þeir eru og sko kann líka, ef þú lætur á það reyna, mjög að meta að þú segir hlutina eins og þeir eru og ert ekkert að fara í kringum málefnið. Þetta þegar allt kemur til alls, algjörlega ómetanlegur eiginleiki í fari fólks. Þannig að það var alltaf hægt að koma sínum sjónarmiðum að, hann kannski hafði sterkar skoðanir í hinn áttina, en þegar upp var staðið þá gátu menn bara haldið áfram og snúið sér að næsta máli. Þannig að það gat verið dálítið erfitt á tímum að vera nálægt honum, en á sama tíma gríðarlega dýrmætt, vegna þess að maður vissi nákvæmlega hvað bjó í brjósti hans, vegna þess að hann sagði það alveg óhikað. Því var nú stundum haldið fram að Davíð væri, hann hefði svona stigið þannig fram á stjórnmálaferlinum að hann hefði klofið menn í fylkingar og þá fór á stað umræðum samræðu stjórnmál og svo framvegis. Og ég held að þessar kenningar allar hafi elst mjög illa, vegna þess að það skiptir máli að það sé bara á hreinu fyrir hvað þú stendur og menn sé ekki alltaf að gefa afslátt af hugsjónum sínum í þeim eina tilgangi að ná einhverju niðurstöðu. Stundum best að það sé bara engin niðurstaða, þannig að fólk hafi raunverulegt val. Og ég vil nú meina sem sagt að það hvernig til dæmis flokkakerfið hefur þróast hérna á Íslandi og við sátum uppi með 8 flokka á tímabili á þinginu hafi verið mikil óheilla þróun. Ég hefði miklu frekar talið það til framdráttar fyrir lýðræði í landinu og það væru skýrari valkostur frekar en fjölflokka alþingi og út frá svona því að þá var það jákvætt síðast að skildi aftur fækka niður í 6 flokka. En ég man að ég notaði tilefnið í ræðu sem flutti einu sinni í afmæli hjá Davíð að minna á að hann hefði haft álæti á Churchill og Churchill sagði sko, áttu marga andstæðinga. Það ekki bara gott? Það þýðir þú hefur staðið fyrir eitthvað í lífinu sem að skiptir rosalega miklu máli. Og það gerði hann svo sannarlega. Hann átti andstæðinga og sumir þeirra hafa nú ekki getað einu sinni setið á strák sínum síðustu daga eftir að þessi sorgartíðindi barust. Áttu einhverjar, hvert sterkasta atvikið sem kemur upp í hugan af ykkar samskiptum? Já, það nú bara í raun og veru það hvað hann hafði gaman af því að vera í stjórnmálum. Hann hafði ofboðslega gaman af því og þegar að það loguðu eldar og voru mikil átök og óreint fólk vissi ekki hvort fótinn átti að stíga, þá var Davíð yfirleitt í bakherberginu bara alsæll að spila bridge inn á þingi og bara bíða eftir að umræðan kláraðist og það var gott að vita af honum þarna. Það var mjög þögul nærvera, mjög sterk og ofboðsleg yfirvegun og reynsla og maður bara þakklátur fyrir þann tíma sem að við fengum með honum á þinginu, þessi nýja kynslóð í Sjálfstæðisflokknum og líka bara þakklátur fyrir samskiptin sem að voru í framhaldinu en auðvitað kannski ekki alveg komið að því að fara að rifja allt upp. Nú maður að hugsa til þeirra sem að standa honum næst. Já. Og hversu mikil missir af Davíð Oddssyni. Þeirra missir auðvitað mestur. Já. Færum þá talið að ástæðu þess að þú ert hingað komin. Jú. Ég verð nú að viðurkenna að mér krossbrá þegar að fréttirnar bárust að því að þú væri tekinn við sem framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Já. Þú kvarst að þingi fyrir ekki svo mörgum mánuðum síðan og nú það bil ár síðan að þú lést af embætti formann Sjálfstæðisflokksins. Hvernig kemur svona laga til? Nú held ég allavega eins og að blasi við mér algjörða tilviljanir. Ég nú búin að nota síðasta árið bara til þess að
vera með fjölskyldunni sem að kannski átti uppsafnað inni hjá mér aðeins og eins líka bara held ég að það hefur verið mjög mikilvægt fyrir mig persónlega sko að bara aðeins að hlaða batterín og þegar árið liðið að þá fann ég það bara hjá mér að þú veist ég þarf að hafa viðspyrnu í lífinu og ég hef gaman að því að láta til mín taka og var þið farið að leiðast? Ekki ennþá, ekki farið að leiðast. Auðvitað er dýrmætt að geta verið með sínu besta fólki en ég er 56 ára gamall. Ég er engin öldungur í þeim skilningi og ég finn að ég hef ennþá áhuga á því að vera í svona hringiðu. Þannig að þegar þetta er nefnt við mig að þá var ég bara þannig stemdur, ég hugsaði með mér, ég heyrðu hví ekki sko. Þú tókst því ekki fjarri Nei, hví ekki sko. Hví ekki og svo er ég bara í dag bara verulega spenntur og ánægður og ég var á iðnþingi í gær og ég finn að það er svo óbóðslega sterkur hópur sem að er í húsi atvinnulífsins. Það er svona jafnaði yngra fólk heldur en ég en líka inn á milli mikil reynsla og óbóðslegur drifkraftur í húsinu og það er gaman að vera í þessari nálægð við atvinnulífið. Ég fór með fulltrúum eða forstjórum Eimskips og Icelandair í vikunum til Brussel í hagsmunagæslu og maður finnur það bara strax á fyrstu dögum í starfi að það getur verið mjög gefandi að vera inn í þeim hlutum sem að skipta atvinnulífið á Íslandi mestu máli og fá að gegna því hlutverki að tala máli fyrirtækja sem að eru sko svona skaftið í íslensku efnahagslífi. Það er bara þannig. Þú ert náttúrulega búin að vera leiðtogi á þjóðarsviðinu lengi sem fjármálaráðherra, forsætisráðherra, utanríkisráðherra, formaður Sjálfstæðisflokksins. Nú er það stjórn Samtaka atvinnulífsins sem að ræður til starfa. Er þetta ekki dálítið skrítið? Stendur ekkert að því að reyna að segja stjórninni fyrir verkum en ekki öfugt? Já, það getur vel verið að ég muni gera eitthvað mistök í þessu sko en mitt hlutverk er auðvitað að starfa fyrir þá sem að hafa veitt mér umboð og að því leitunum til er það nú ekkert ólíkt því að maður leiti alltaf þannig á að maður verði að vinna í þágu kjósenda og þeirra sem hefðu veitt manni brautargengi en þetta á allt eftir að slípast til og ég er nú aðalega að vonast þess að ég geti deilt af minni reynslu og veitt mönnum innsýn inn í mál og bent mönnum á það sem að samkvæmt minni reynslu getur gagnast, hvað er raunhæft að gera og hvað er síður raunhæft. Það eru áskoranir upp í efnahagsmálum núna sem að varða allt efnahagslífið, ekki bara einstök fyrirtæki, heldur bara lífskjör í landinu. Alla þjóðina. Og það er mjög mikilvægt að úr húsi atvinnulífsins heyrist skýr skilaboð það sem við teljum að sé mest í framdráttar. Þegar það gengur vel í atvinnulífinu þá er verið að ráða fólk. Þegar að fyrirtækin gengur vel þá hafa þau svigrúm til þess að borga góðu laun. Þá komast ungar kynslóðir sem eru að útskrifast úr skólanum til starfa og geta verið spennt fyrir framtíðinni, stofna fjölskyldu, komið sér fyrir og svo framvegis, gert áætlanir inn í framtíðina. Þannig að þetta tengist allt. Það eru skýr tengsl á milli þess að ég hef verið að fást í gegnum tíðina og þess sem að þarf að sinna í húsi atvinnulífsins, það er engin spurning. Förum aðeins ofan í efnahagsmálin sjálf eftir örskamma stund en ég kemst ekki hjá því að spyrja þig út í það þegar þú ert í þessu samtali að ráða þig til þessara starfa. Hvernig leistu á, hvernig mastu stöðuna varðandi pólitíska fortíðina, hvernig sú fortíð getur haft áhrif á þessi störf meðal annars vegna þess að þú myndi eiga í ríkum samskiptum við pólitíska andstæðinga þína frá fyrri tíð og síðan stjórnmálamenn sem að fara fyrir flokkum sem að hafa það stefnumiði sínu að koma í veg fyrir að þinn gamli flokkur komist til valda. Já, við verum bara að það á bæði við mig og þá sem að er að stýra landinu og það verður að leggja einhverjar slíkar átakalínur bara til hliðar. Ég mun bara mæta til leiks til þess að tala rödd atvinnulífsins eins og við höfum komið okkur saman í húsi atvinnulífsins, inn í stjórn Samtaka atvinnulífsins. Ég var nú á iðnþingi í gær. Ég get alveg sagt að þar talaði umhverfis- og orkumálaráðherra og hann talaði þannig að það var ekki hægt að hafa miklar athugasemdir við það.
þó að hann hafi nú verið pólitískur andstæðingur minn þegar ég var inn á þinginu og þá segi ég bara fullum fjöldum, þetta er bara fínar áherslur og ég mun ekkert hika við að láta það koma fram þó að það sé ekkert endilega þeir sem að fyrrum félagi mín í Sjálfstæðisflokknum inn á þingi eru að reyna að hampa vegna þess að við viljum bara tala fyrir því sem er satt og rétt og mun gagnast og alveg omvendt líka að þegar að menn eru að leggja áherslu á mál sem við teljum að verði skaðleg þá munum við tala bara hreint og beint út það. Við munum byggja það á gögnum, ekki á pólitískri hugmyndafræði, heldur bara með skýrum gögnum og grundvelli reynslunar og það er ekki þannig að framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins sé að fara að leika eitthvað lausum hala, hann er að starfa fyrir aðildarsamtökin og félagana í samtökunum. Þannig að Kristrún og Þorgerður geta varpað öndinni léttar. Já, ef ekki segja bara að við vonumst til þess að það hlusti á það sem að Samtök atvinnulífsins leggja áherslu á og við teljum að það muni verða til gagns fyrir alla Íslendinga og það er mikilvægt vegna þess að ég held að við megum engan tíma að missa. Verðbólga hefur verið of há of lengi, hagvaxtarhorfur eru ekkert allt of bjartar, atvinnuleysi er að vaxa og það eru aðrar svona utanakomandi áskoranir sem eru stórar. Ég meina sko þetta nýjasta núna varðandi stríð í Íran og mögulegar afleiðingar þess. Þetta eru hlutir sem við verðum að taka alvarlega og gera okkur grein fyrir að geta haft afleiðingar hingað. En það er bara ein birtingarmynd af breyttu landslagi í alþjóðamálum vegna þess að það er ekki langt síðan að NATO-ríkin komu sér saman algjörlega ný viðmið varðandi framlög til varnarmála og öryggismála og það finnst mér stundum vera afgreitt út af borðinu svona með tiltölulega léttvægum hætti. Já, það er gott að menn eru búin að koma sér saman 5% markmiðið. Sko hvert prósentustig af landsframleiðslu sem er rætt þar er bara risamál fyrir hvaða hagkerfi sem er, hvert prósentustig. Það er ástæða fyrir því að NATO-ríkin voru með þessi hlutföll svona tiltölulega lág of lengi. Og það sama við okkur Íslendinga sem erum að undirgangast frekari skuldbindingar. Þetta mun móta hagkerfin með mjög afgerandi hætti. Já, og við erum að tala til dæmis núna Frakkland sem er að boða ákveðið algjörlega nýja tíma hvað kjarnorkuvopnin snertir og þar erum við til dæmis með land sem á undir niðri við svona framtíðar áskoranir að glíma vegna lífeyrismála, þjóðirnar eru hættar að fjölga sér og það eru alls konar framtíðar áskoranir. En það eru nú bara að banka upp á, það er ekki framtíðarmúsík á frökkunum, þeir eru bara gjaldþrota. Það er bara alveg rétt að þetta er orðið gríðarlega áskorun nú þegar fyrir mörg ríki í Evrópu, þar með talið Frakkland. Og punkturinn minn er bara þessi að akkurat á þeim tíma sem hefði verið best að geta einbeitt sér að þessum áskorunum, þá er spennan á alþjóðasviðinu að valda því að það þarf að fara að fjármagna varnar- og öryggismáli með alveg gjörbreyttum hætti og ég nefni bara hérna í þessu samhengi þó að ég heyri það sem stjórnvöld segja núna að þau telja að þau geti notað eitthvað af innviða fjárfestingunni upp í þessa skuldbindingu okkar, þá er þetta allt saman ennþá gríðarlega svona loðið og óljóst. 1% stig í okkar samhengi er eins og 2-föld fjárfestingin í Landspítalanum á hverju ári. Og fjárfestingin í Landspítalanum er langstærsta fjárfestingin sem að Íslenska ríkið er í núna og verður áfram. Og hefur verið mokað inn í yfir langt árabil en ekki á hverju ári. Já, og ef menn eru að fara sko í raunverulega ný útgjöld, 1% tala nú ekki eða væri 2, sko fyrir Evrópuríkisum sem að hafa þurft að hækka framlögin sínum 2% stig, það var eins og fyrir okkur að hækka 80 milljarða á ári framlögin í málaflokkin. 80 milljarða rúmlega. Landspítalinn hefur verið svona 20 milljarðar. Þetta væri eins og 4 sinnum Landspítala fjárfestingin. Þannig að maður reynir bara að setja þetta í svona okkar samhengi. Ég er að tala þetta vegna þess að ég held að hagkerfi sem eiga í svona, eru í brekku og eru að tapa í samkeppni við önnur heimssvæði eins og Asíu. Þau verði verulegu ströggli við að ná þessum markmiðum á sama tíma þau ætla að gæta samkeppnishæfninni og fara að vaxa að nýju. Og þetta er eitthvað sem við verum að horfa til.
Þetta stóra myndin, þegar við lítum okkur nær, þá eru nokkrar hagstærðir sem að menn einblína núna. Það auðvitað stýrivextirnir sem eru 7,25%, það er meginvextir Seðlabankans. Við erum samkvæmt Hagstofunni með 7,3% atvinnuleysi sem að maður bara þorir varla að trúa og verðbólgan er 5,2% þvert á spár og núna nýjustu tíðindi með erlendis sem gefa til kynna að það geti kynnt enn frekar undir því. Erum við ekki bara komin inn í kreppu ástand? Sko, þetta virðist vera nokkuð þröng staða akkurat núna. Þetta hefur ekki þróast eins og við vorum að vonast til en svo við byrjum nú bara á verðbólgutölunum. Við höfum ekki gefið upp alla von að mánuðinni framundan geti þróast með þeim hætti að til dæmis forsendur kjarasamningana haldi. Það er ekkit útséð með það og þess vegna mjög mikilvægt að það sem við höfum sjálf stjórn á að það verði haldið þannig á því að það styðji við samningana sem í gildi. Ég ætla áfram að vonast til þess að forsendurnar bresti ekki í haust eða það reyni ekki á forsenduákvæði. Hins vegar hefur það ekki hjálpað að stjórnvöld hafa verið að setja inn í þessa þróun áherslur sem að hafa orðið til þess að hækka verðbólguna. Það sannarlega hefur ekki hjálpað. Ef stjórnvöld hefðu setið á sér þá sína tölurnar að verðbólgan væri eitthvað í kringum 3,8–3,9% en ekki 5,2%. Já, og það eru þá breytingar núna áramótin sem að voru mjög óheppilegar í þessu tilliti og var raun og veru mínum hefur bara röng stefnumörkun sko. Og sérstaklega finnst mér það að vera slæmt með vörugjöldin sem voru hækkuð. Uppistaðan af breytingunum voru til hækkunar og rafmagnsbílarnir hefur settir aftur niður í 0. En ég ætla samt að beina sjónum að öðru sem ég held að sé alvarlegra og meira vandamál. Launavísitala hins opinbera fór yfir 11% árinu 2025. 11%. Yfir 11%. Sko, það launavísitala þeirra sem starfa hjá hinu opinbera. Já. Launavísitala hins opinbera, það er að segja laun opinbera starfsmanna, ríki og sveitarfélög. Sko, þegar að menn hækka launin yfir 11% á einu ári, þá er ekki hægt að taka menn alvarlega þegar þeir segjast ætla að vinna gegn verðbólgu. Það er ekki hægt að halda því fram að það hjálpi Seðlabankanum að ná tökum af verðbólgunni þegar laun eru hækkuð þetta mikið á jafn skömmum tíma. Ég veit vel að þetta hefur eitthvað með taktinn í kjarasamningarlotu að gera og svo framvegis. En þegar við skoðum bara launavísitölu og berum saman við kostnaðarmat kjarasamninga, þá sjáum við förum alltaf, höfum ítrekka verið að fara langt fram úr. Þannig að þarna er að ræða vanda sem mér finnst vera allt og lítið í umræðinni, menn beina sjónum að gjaldabreitingunum áramótin sem að, eins og ég segi, ég held að hafi verið mistök og voru alls ekki að hjálpa, en hins vegar er hitt miklu stærra vandamál og við þurfum að við þurfum að sjá skóginn fyrir trjánum. Við þurfum að vita nákvæmlega hvar meinið liggur og meinið liggur í því að við höfum hækkað laun eða laun hafa hækkað allt og mikið, allt og lengi. Það þýðir ekki að kostnaðarmat samningana hafi verið með þeim hætti að niðurstaðan varðandi láglaunahópa hafi verið sé rótin að vandanum. Sko, ég er ekki að segja að þeir sem að voru að berjast fyrir hækkunum lægstu launa hafi haft rangt fyrir sér. Það verður hins vegar að horfast í augu við það að heildaráhrifin af kjarasamningunum og öðru því sem var að gerast í hagkerfinu hefur leitt til þessara niðurstöðu og við erum öll að líða fyrir það. Ég hef spurt fyrir þetta innan opinbera kerfis og spurt, er það þannig að forstöðu með ríkisstofnana séu einfaldlega að skrúfa upp launin hjá starfsfólki sínu langt umfram kjarasamninga? Þá er fullið til mín og þú þekkir það nú sennilega mannabeð sem fjármálaráðherra til alla þessar ára, að kerfið sé einhvern veginn þannig uppbyggt að þetta fari bara á einhvers konar sjálfstýringu í launatöflum og öðru og þannig að þetta hækki raun og veru án þess að nokkur einn bera því ábyrgð eða geti tekið í bremsuna. Sko, það á í sjálfu sér ekki vera launaskrið hjá ríkinu. Launaskrið eru launahækkanir umfram kjarasamninga. 11% er langt umfram kjarasamningana sem gerir. Já, og þar voru inni að vísu mjög miklar hækkanir til dæmis til kennara hjá sveitarstjórnum. En launaskrið hjá ríkinu er mál sem ég held að sé vanmetið sem vandamál í þessu öllu saman.
Getur verið að það sé kerfislegt frekar heldur en að Já, ég óttast að það sé vegna of lítils eftirlits í kerfinu almennt séð. Ég held að uppgjörið gagnvart því sem gerist hjá einstaka ríkisaðilum, svo dæmi sér tekið þannig að maður beinir sjónum sínum að ríkinu, uppgjörið gagnvart því sem gerist raunverulega á grundvelli fjárheimilda yfir árið, það fer aldrei almennilega fram. Menn eru bara alltaf á harða hlaupum, þeir eru bara með hlaupabretti stilt á 17 og eru bara að reyna að koma saman næstu fjárlögum og klára fjáraukann og svo bara næsta fjármálaáætlun og svo eru bara allir á harða hlaupum og það verið að horfa fram á við og enginn hefur tíma til þess að fara almennilega yfir það sem gerðist. Og þetta á við fjárlaganefnd sem að nær ekki almennilega tökum á því að svona skoða og skilja nákvæmlega hvað gerist inn í einstaka ríkisstofnunum. Ríkisendurskoðandi svolítið svona með breiðu strókurnar og í svona stærra samhengi hlutana og hefur heldur ekki þetta eftirlit. Ég held að ráðuneytin, fagráðuneytin sem eru þau sem að bera hérna endanlegu ábyrgð á þessu í rammafjárlagagerð hafi of litla burði til þess að fara í þetta uppgjör almennilega og svo hentar það stundum ekki pólitískt. Þannig að já, ég held að kerfið sé of víða á að það skorti eftirlit og aðhald með framkvæmd. Bara svona sem dæmi, þegar lög um opinber fjármál voru sett á sínum tíma, þá fóru menn til Svíþjóðar og spurðu spurningarinnar, hvað eigum við að gera þegar að ríkisaðilar fara fram úr fjárheimildum? Svíarnir störðu bara tilbaka og segja, hvað ertu að tala? Hver að tala að það geti gerst? Skildu ekki spurninguna? Nei, skildu ekki spurninguna. Forsætisráðherrann, reynda fjármálaráðherrann fyrst, sagði, við boðum aðgerðir hér innan tíðar gegn verðbólgunni, af því að það titringur út af þessari nýjustu mælingu 5,2% sem með töldu að færi strax niður í 4,8–4,9%. Svo ræðum við forsætisráðherrann fyrir vikunni og hún segir, já, það verða mögulega kynntar aðgerðir eftir páska, en niðurstaðan þó sú samkvæmt henni að ríkisvaldið hafi ekki neitt tól og tæki, sé ekki verkfærið til þess að taka á þessu. Þá stendur bara eftir einn hópur. Það eru fyrirtækin í landinu sem að hækka verðið. Það eru þínir umbjóðendur. Þá ekki eina lausni núna að það sé sett þumalskrúfa á þessa menn og sagt, þið hækkið ekki verð hér fyrir en að við erum komið fram til 1. september þegar að þessi endurskoðun samningarna hjá til þess að reyna að kaupa sér friðarskyldu inn á árið 2027. Jú, sko það þýðir auðvitað ekkert að stilla málunum þannig upp að ríkið ætla að taka sitt og sveitarfélögin ætla að taka sitt í gegnum gjaldskrárhækkanir og krónutöluhækkanir og aðrar hækkanir, jafnvel á sköttum og segja svo, það alveg ofboðslega mikilvægt að enginn gerir neitt annað. Fyrirtækin búa bara við einhvern raunveruleika, hann birtist á tekjuhliðinni og hann birtist á útgjaldahliðinni og útgjaldahliðin eru það launin sem eru oft á tíðum uppistaðan af útgjöldunum og á tekjuhliðinni það bara það sem að gerast í hagkerfinu og hvernig menn auðvitað spjara sig í samkeppni og ef að kostnaðarhliðin að rjúka upp að þá hafa menn auðvitað bara ákveðnum skyldum að gegna gagnvart fyrirtækinu og starfsfólkinu og eigandum sínum að bregðast við. En sveitarfélögin og ríki eru búin að hækka, þau eru búin að leggja sitt í púkið til þess að hækka verðbólguna. Þá stendur gaffallin eftir á fyrirtækin á þessum næstu mánuðum það fyrirtækin sem að ráða því hvernig verðbólgan þróast. Það eru bara engin merki það að fyrirtækin í landinu séu orsakavaldurinn að þeirri stöðu sem við erum í dag. Ég var að nefna launahækkanir í fyrra hjá hinu opinbera. Þær eru allt og miklar. Og menn hlust ekki þegar Seðlabankinn bendir á þetta. Neysluverðsvísitalan eru reiknuð bara út frá körfu þar sem að menn skoða verðþróun í einstökum liðum og þar spila þau opinbera sannlega inn í eins og við höfum farið yfir. En núna eru menn að horfa á eldsneytismarkaðinn, matvörumarkaðinn, fatnað og skó og annað. Það eru fyrirtækin í landinu. Þannig að þegar þau fara og Seðlabankinn benti á það, Þórarinn Ingi Pétursson benti á það að þegar hið opinbera búið að fara í þá vegferð sem að þau gerðu, þá mikill freistni vandi á fyrirtækjunum að skrúfa verðinu upp, bæði til þess að vera ekki skilin eftir en líka vegna þess að fyrirtækin eru þetta undir áhrifum af þessum aðgerðum hins opinbera. Menn eru full meðvitaðir það að þetta alls ekki tími til þess að vera að taka til sín eitthvað stærri sneið af kökunni. Það eina sem ég skynja í húsi atvinnulífsins að menn taka þessu mjög alvarlega og munu halda aftur af sér
við að fara í einhverja gjaldabreitingar og það einungis þegar það orðið algjörlega bráðnauðsynlegt sem að menn gera það við þær aðstæður sem uppi núna. Þannig að sko verðlagsbreytingar. Já, sko menn sitja uppi eins og oft eru eldsneytisfélögin tekin sem dæmi í þessu, þau eru bara eins og heitir á enskunni on the receiving end, sko, þau bara taka afleiðingum þess sem gerist á alþjóðamörkuðum og ég held að það hafi verið dálítið vanmetið á undanförnum misserum kannski, hversu mikið það hjálpaði okkur að olían var tiltölulega lág. Það skiptir máli fyrir fiskiskipaflotan, það skiptir máli fyrir flutningafyrirtækin og fyrir flugið og fyrir neysluvísitöluna, fyrir heimilin. Og krónan sterk. Við höfum notið góðs af því í nokkuð tíma, þannig að það fannst mér hafa farið dálítið lágt. Eins líka hefur þjóðarbúið notið góðs af því að fiskverð hefur verið mjög hátt og þetta hefur kannski hjálpað til töluvert við að byggja undir þær miklu launahækkanir sem hafa orðið í landinu síðastliðin ár og jafnvel áratug. En fiskverðið? Það eru ákveðnar vísbendingar að við höfum tekið jafnvel of mikið út í kaupmætti á síðastliðin 10 árum. Já, Seðlabankinn bara að boða það að það gæti orðið hér harkaleg aðlögun. Þannig að þá spurningin, hvernig ná svo aðlögun að eiga sér stað? Og við þurfum að tryggja að það geti gert með sem mýkstum hætti. Það þetta lykilatriði. Þannig að við missum ekki stjórn og atvinnuleysi eða kaupmáttur rýrningi bara í svona einni hendingu, heldur við tökum sko á hlutunum þannig að við horfum bæði til skamms og lengri tíma og byggjum samfélagið upp, sækjum tækifærin sem eru til staðar og séum ekki að gera okkur þetta erfiðara heldur en aðstæður krefjast. En erum við ekki búin að missa stjórnina á atvinnuleysinu? Það 7,3%, við höfum ekki séð svona atvinnuleysistölur frá því í COVID og í bankarhruninu og það er sko algjör gjörningaveður og algjörlega ólíkt því sem að við búum við núna. Sko, það er ekkert stór áfall sem hefur dunið á okkur sem leiðir þetta yfir okkur. Nei, ég hef ágjör af þessum tölum eins og þú og þetta mjög áberandi snörp hækkun á atvinnuleysistölum. Það held ég að skipti mjög miklu máli að fylgjast vel með því hvernig það þróast núna í framhaldinu. Það eru nokkrir þættir sem að þetta snertir. Í fyrsta lagi þá hefur sagan sýnt okkur að ef að atvinnuleysi er hjá þeim sem hafa flutt til landsins til þess að njóta góðs af uppsveiflunni sem hér er oft á tíðum, að þá hefur sagan sýnt okkur að það fólk hefur tilhneigingu til þess að fara aftur til síns heima. Hvort það gerist núna er ekki gott að segja fyrir en það skiptir máli upp á þessar tölur vegna þess að í augnablikinu virðist sem að atvinnuleysi sé hærra hjá þeim sem hafa flutt til landsins til að koma að vinna og lægra hjá þeim sem eru íslenski ríkisborgarar hafa búið hér lengur og reyndar mælist það svo lágt hjá þeim hópi að maður varla trúir tölunum. En atvinnuleysistryggingakerfið er þetta þannig að fólk hefur mikið hvata því að vera hér áfram í stað þess að fara til sér heima? Já, þetta er nefnilega eftir að koma í ljós. Reyndar hefur félagsmálaráðuneytið verið að tala að stytta tímann. Bótatímann, já. Og ég held að það sé góð ráðstöfun. En það er fleiri í þessu. Ef atvinnuleysi kemur ekki niður, þá mun það kosta ríkissjóð töluvert mikið. Það kostar ríkissjóð líka gríðarlega ef að verðbólgan er þetta há til dæmis bara út af kostnaði við skuldirnar. Og það eru ofboðslega miklir hagsmunir þess vegna. Fólknir í því að þessir tveir þættir þróast með réttum hætti. Að verðbólga lækki, ávöxtunarkrafan á ríkissjóði er algjörlega, já, hún er allt of há. Hún hefur hækkað undanförnu og ég hef lengi verið þeirrar skoðunar að sko, fyrir ríkissjóð séu skuldirnar allt og dýrar miðað við undirliggjandi styrk. Og við þurfum að finna leiðir til þess að vinna á þessu. Við erum með skuldahlutföll sem eru bara með því besta sem gerist, en skuldabyrðin, hún er allt of þung. Og það eru leiðir til þess að takast á við þetta. Það má byrja því að loka fjárlagagatinu og ég fagna því mjög að ég heyri það frá ríkisstjórninni að þau ætla að setja það í forgang. Það er gríðarlega mikilvægt. Keresis er að leysa það fyrir þá reyndar núna í september? Já, við slum hafa í huga svona arðgreiðslur eins og koma frá Landsbankanum og þessi greiðsla frá Keresis. Þetta er bara einskiptis inn á árið 2025. Þessum að við þurfum að og það er auðvitað mjög kærkomið. Það gefur tækifæri til þess að standa í skilum með endurfjármögnun og borga upp skuldir ef svo vill til. En hitt er miklu mikilvægara að undirliggjandi styrkur sé að þróast í rétt átt. Sjálfbært kerfi. Já, og þar eru kannski áhyggjur manns af því að
að ef ávöxtunarkrafan á ríkið þetta háa þá verða skuldirnar og endurfjármögnun ríkisins áfram og allt og dýr. Þannig að ríkið þyrfti að finna leið til þess að hætta að gefa út, bara komast í góðan afgang, ekki bara hætta í halla, heldur komast í góðan afgang. Eins og við gerðum hérna árunum kannski 16, frá 14 til 19, þá var ríkissjóður netto uppgreiðandi af skuldum og þá lækkaði ávöxtunarkrafan mjög hressilega. Þetta voru vextir á erlendum mörkuðum líka lágir, en við fundum hvað þetta munaði ofboðslega miklu. Þetta skiptir máli og svo eru hagvaxtartölunar, þær eru ekkert alltof bjartar. Hagvaxtarspár svona í kringum 2%, þetta er ekki til þess að stækka kökuna til lengri tíma og þess vegna eru hlutir eins og ræddir voru innþingin í gær, gríðarlega mikilvægir inn í umræðan svona lengri tíma hagsæld í landinu og undirliggjandi undir þessu öllu saman svo vinnumarkaðurinn og þar þurfum við einfaldlega að finna leiði til að gera betur. Við erum ennþá föst í gömlu aðferðunum við að taka út of miklar nafnlaunahækkanir og við sitjum eins og alltaf þegar það gert uppi með verðbólgu af þeim sökum. Eitt af því sem að forsætisráðherrann hefur nefnt í sambandi við atvinnulífið, það er ferðaþjónustan og það er undirliggjandi tónn þegar við erum að tala nýja atvinnustefnu fyrir landið að ferðaþjónustan fel ekki í sér sjálfbæran hagvöxt og annað í þeim dúr. Nú mikill herpingur í ferðaþjónustunni. Ég heyri í mörgum ferðaþjónustufyrirtækjum, þau fyrirtæki sem standa vel, sitja uppi með mörg hundruð manna lista af fólki sem að sækja en önnur fyrirtæki að draga hratt fram sama seglin. Það var, held ég ef ég man rétt, 7% samdráttur í gistinóttum í janúar með við janúar í fyrra 2025. Hvernig horfir þetta við ykkur? Þessi atvinnugrein hefur þrátt fyrir að skapa gríðarleg verðmæti. Gríðarlega mikil verðmæti. Sko, mér finnst dálítið að þeir sem að tala þessa hluti ætli sér að fara að vinna stríð sem löngu lokið sko. Og séu með eitthvað plönu það hvernig ég að fara inn í það stríð sko. Við erum einfaldlega búin að byggja upp ferðaþjónustu á Íslandi sem að getur tekið við 2 milljónum. Við erum reyndar ekki ennþá í dag komin með jafn marga og við vorum með 2018. Við erum ekki ennþá komin á 2018. Það er alveg rétt að sá miklu vöxtur kostaði álag á innviðin á Íslandi. En nú er árið 2026 og við erum ekki að gera ráð fyrir fjórföldun á komu ferðamanna eins og gerðist þegar við fórum úr 0,5 milljón upp í 2 milljónir. Við erum bara að gera ráð fyrir því og við viljum bara sjá eitthvað svona sjálfbæran vöxt áfram en ég ætla ekki að trúa því að menn séu með einhverjar hugmyndir að fara að reyna að draga úr komum ferðamanna til landsins. Það væri algjört glapræði. Þetta er bara gjaldeyrisskapandi grein sem er arðbær og það er ekkert að slá eitthvað svona stimpli og segja bara, já þetta er bara lágframleiðslu störf. Segðu það við mig til dæmis sem Retreat hótelið við Bláa lónið eða bara Bláa lónið yfir höfuð. Hver ætlar að halda því fram bara að þess að blikna að við séum að tala einhver lágframleiðslu störf? Eða Icelandair? Já, eða Icelandair sko. Almennt þá vanmetur fólk mikilvægi Icelandair fyrir þjóðina. Þessar gríðarlegu tengingar vestur haf og til meginlands Evrópu og svo með nýrri tækni þá getum við farið að tengja okkur beint við jafnvel staði enn lengra í burtu. Þetta er bara snar þáttur í þeirri hagsæld sem við njótum. Með nákvæmlega sama hætti og skipafélögin að flytja vörur frá meginlandinu yfir til Ameríku og tilbaka og við njótum góðs af því hér tæplega 400.000 manns sem að þurfum að treysta alfarið á siglingar og flug til þess að komast á milli landa. Þetta eru bara þetta eru hinni raunverulegu innviðir sem að við byggjum lífsgæðin á og okkur hefur tekist að byggja upp þetta net. Þannig að allt sem að ógnar þessu módeli, þeirri snild sem að hefur verið byggð upp í gegnum áratugina að nýta landfræðilega legu landsins, það eru beinar ógnir við lífskjörin í landinu. Þetta verða menn að skilja. Við höfum verið hér með viðtöl við hagfræðing viðskiptaráðs og síðan forstjóra Icelandair. Þar eru menn að barma sér gríðarlega yfir þessu ETS kolefnislosunarkerfi sem Evrópusambandið hefur komið upp og við gengum í 2005
og ríkisstjórnin sem að þú hefur bæði farið fyrir og setið í hafa bakkað upp og jafnvel tekið ákvarðanir að leita ekki undanþága sem að við höfum þó átt rétt á, til dæmis varðandi skipaflutningana. Og maður spyr sig, hvað voru þið að hugsa þegar þið tókuð ekki tauman og svo við getum ekki látið bjóða okkur upp á það að við séum að bera hér miklu þyngri byrðar við að bjarga loftslaginu og heiminum heldur en allar þjóðirnar í kringum okkur? Sko, ég held að í þessum tilvikum hafi menn raunverulega látið reyna á það og bara tekið raunsætt mat á það hvaða undanþágur væri hægt að fara fram á hverju sinni. Það eru dæmi það í Evrópusambandinu að Kýpur, Malta og slík ríki hafi fært fram sambærileg rök og við höfum lagt áherslu á það að njóta sambærilegra undanþága eða sérlausna þegar það hefur getið átt við. Evrópusambandi hefur hins vegar, sérstaklega eftir Brexit, verið í mjög auknum mæli að hafna öllum slíkum sérlausnum og farið fram á einsleitni allstaðar og fært sig meira og meira í átt á því að vera eins konar sambandsríki, einhvers konar federal state. Þannig að það mjög á brattan að sækja gagnvart Evrópusambandinu þegar að þannig stemming í Brussel. Bara þannig að menn átti sig á því að gallinn við þessi kerfi og við höfum alltaf, við Íslendingar, þegar við höfum sagst vilja taka þátt, þá höfum við sagt við viljum bara fá jafna samkeppnisstöðu. Við viljum ekki koma verr út heldur en aðrir, við viljum bara fá sömu tækifæri eins og aðrir til þess að lifa inn í kerfinu. Evrópusambandið hefur hins vegar hefur ekki tekist að útfæra leiðir, nú ætla ég að nefna flugið sérstaklega, en þetta á líka við skipin, sem að jafna samkeppnisstöðuna til dæmis gagnvart þeim sem eru utan kerfis. Þetta birtist til dæmis í því að þeir sem að fljúga beint frá meginlandinu til Ameríku á flugvélum sem að menga meira, þeir komast betur frá því heldur en þeir sem að fljúga með Icelandair, millilenda á Íslandi og halda svo áfram, á endanum að fara bara sömu leið, fóru ekki til Íslands, heldur bara stoppuð og héldu áfram. Það kemur hærri skattlægning eða við skulum segja gjaldtaka í gegnum ETS-kerfið á þessa farþega. Jafnvel þótt fari umhverfisvænni vél alla leið. Þetta við fjallaðum hér. Færeyingar eru alveg utan þetta kerfi. Af hverju eru Íslendingar inn í þessu kerfi sem eins og hengingaról á þessi þjóðhagslega mikilvægu fyrirtæki? Við getum ekki verið án Icelandair eða Eimskipafélagsins og þessara flutningsþjónustu fyrirtæki. Ég var út í Brussel að ræða nákvæmlega þetta núna með Icelandair og Eimskip í vikunni og þarna eru gríðarlega miklir hagsmunir undir. Góðu fréttirnar eru það að kerfið til endurskoðunar í Evrópusambandinu, þar sem við sjáum frá aðilum eins og samtökum atvinnulífsins í Evrópu, hörð gagnrýni á kerfið. Við sjáum frá kanslara Þýskalands hugmyndir jafnvel að fresta frekari gildistöku kerfisins eða ýta þessu lengra inn í framtíðina. Vegna þess að akkurat núna Evrópa hreinlega að tapa fyrir öðrum markaðssvæðum og getur ekki leyft sér að setja þyngri byrðar á atvinnulíf innan Evrópska efnahagssvæðisins ef menn meina eitthvað með því að bæta samkeppnisstöðuna. En þá ekki nóg að fresta frekari gildistöku, þá verður menn að hætta með þetta kerfi vegna þess að eins og Bogi Nils lýsti hér að þá bara flugið að færast til Tyrklands og þessara landa sem að ulla bara á okkur og segja við erum ekkert undir þessu kerfi og þó að þið ætlaði að bjarga loftslaginu með ykkar örsmá áhrif í því, þá tökum við ekki þátt í þessu rugli. Já, það er bara austurhliðin á því sem ég var að nefna við með Bandaríkin að þeir sem að komast undan því að greiða fullt gjald með því að fljúga beint í Bandaríkjanna menga meira, að þeir eru á breiðþotum sem að nota meira eldsneyti, að þá það austan við okkur Istanbul að blómstra einmitt út af þessu saman. Þannig að það alveg rétt hjá þér að svona grundvöllurinn undir kerfinu sjálfu undir mikilli gagnrýni og ég heyri það að utanríkisráðherra segist ætla að leggja áherslu á þetta í samtölum sínum við Evrópusambandið. Við vorum þarna úti núna í vikunni. Ég sé að þetta ekki bara eitthvað sér íslenskt vandamál. Ég þekki ekki færeysku hliðina á þessu en akkúrat eins og staðan núna þá kerfið að skaða okkur og valda okkur vandræðum. Og hvar endar þessi kostnaður? Eins og ég sagði, við þurfum að flytja allar vörur til Íslands. Íslendingar fara ekki til annar landa nema með flugvél. Þannig að ef þetta kerfi átt að hvetja okkur til að taka lestina, þá sá valkostur ekkert í boði hér. Umhverfisvænt eldsneyti var líka hluti af þessu kerfi. Það ennþá allt og dýrt og framboðið of lítið. Og við ræddum það í vikun út í Brussel að þetta hefði áhrif á neysluverðsvísitöluna hérna.
og þá sögðu þau það getur nú ekki verið vegna þess að við mátum það áður en við komum kerfin á. Við komumst að þeirri niðurstöðu þetta myndi ekki valda neinum verulegum verðbreytingum. Og þá þurftum við að benda þeim á að það getur vel verið að þegi við að meðaltali. En á jaðrinum fyrir Ísland þá hefur þetta bara verulega mikil áhrif. Þú nefnir Brussel, nú erum við að fara inn í þessa vegferð varðandi ESB umsóknar eða aðildarferli og ríkisstjórnin skín á spilin í dag með það. Við verðum hér með auka þátt í nýrri viku þau mál. Eftir að hafa verið þarna úti og svona, hefur trú á því að við getum stilt okkur þannig af að við munum auka lífsgæði til frambúðar innan sambandsins frekar heldur en sem einhvers konar tilberi á sambandinu þar sem við erum að taka við regluverkinu og ETS hugmyndafræðinu og öllu þessu? Sko, ég hef ekki skipt skoðun gagnvart Íslandi og aðild að Evrópusambandinu, ég hef mína skoðun á því. Þetta mál þarf auðvitað að ræða inn í mínu húsi, í stjórn Samtaka atvinnulífsins. Hvað segja? Hvernig menn vilja bregðast við ef stjórnvöld setja málið á dagskrá og vilja efna til þjóðaratkvæðagreiðslu, og þá finnst mér kannski Samtök atvinnulífsins hafa fyrst og fremst skyldum að gegna að benda á staðreyndir og koma með upplýsingar og tryggja að það fari sem svona best fram þegar menn ganga til atkvæðis. Ég efa það ekki að það geta verið eitthvað skiptar skoðanir innan atvinnulífsins en síðustu kannanir hafa bent til þess að það sé góður meirihluti sem gegn því að ganga inn í Evrópusambandið. Persónulega finnst mér ofta á tíðum að við séum með of svona þröngt sjónarhorn á heiminn. Við skilgreinum okkur að sjálfsögðu sem Evrópuþjóð, við erum hluti af Evrópska efnahagssvæðinu, við lítum til Evrópu, við vorum einhvern tíma undir Dönum og danska konungsveldinu og svo framvegis. En heimurinn að breyta svo ofboðslega hratt og það að gerast á tiltölulega skömmu árabili eða á fáum árum. Frá 2010 til 30 bætast 2 milljarðar við millistéttina. En við vorum bara með 2 milljarðar 2010 í millistétt. Þannig að hún að tvöfaldast á örskömmum tíma og við sjáum þetta í hagvexti, lífsgæðum, í Suðaustur-Asíu, þar sem að hlutinir eru mest að gera, þar sem að efnahagslegi hitinn mestur. Menn mæla sig gagnvart Bandaríkjunum og segja að Evrópa hefur gefið eftir gagnvart Bandaríkjunum, en bæði Evrópa og Bandaríkin hafa gefið eftir gagnvart hinu svæðinu. Þannig að ég sakna þess að við spyrjum okkur oftar, hvernig getur það komið Íslendingu til góða að efla tengslin? Við erum með fríverslunarsamning við Indland, við erum með fríverslunarsamning við Kína. Þar gervigreindin á fleygiferð. Þar eru nýju störfin að vera til. Þar fjárfestingin hvað mest í nýrri tækni og síðan vestan við okkur Bandaríkjamenn, þeim hefur gengið mun betur í að auka landsframleiðsluna hjá sér og laða til sín áhættufé og starfsfólk inn í hálaunastörf heldur en Evrópu hefur gengið síðustu 10 ár. Þetta fjallar Juncker. Erum við með rörsýn á Evrópu? Allt of mikla rörsýn og mér finnst að við þurfum aðeins að reisa okkur upp og spyrja, við erum útflutningsþjóð. Við erum að framleiða matvæli og iðnaðarvörur fyrir heiminn allan, ekki bara fyrir Evrópu. En vissulega fer mikið til Evrópu og meiri hlutinn til Evrópu, en hann fer líka þaðan oft til Bandaríkjanna eða til annarra heimshluta. Það kannski bara umskipunarhöfn, til dæmis eins og á við í Hollandi. Álið fer mikið þangað, en síðan dreifist át allan heim. Við erum að framleiða matvæli og iðnaðarvörur og erum með öfluga ferðaþjónustu. Þegar við sjáum Asíufólk á götum Reykjavíkurborgar, þá eru þau birtingarmynd þeirrar breytingar sem að verða í Austur-Asíu, Suðaustur-Asíu. Fólki sem kemur bara til vitnis að það eru fleiri og fleiri og fleiri sem hafa efni á að ferðast, sem eru komin í allt annað neyslumynstur heldur en áttu við fyrir 20-30 árum. Og útflutningsþjóð eins og Ísland hlýtur að spyrja sig hvernig getum við fullnýtt tækifærin sem að þessu fylgja. Og það snýst ekki bara það að dýpka samstarfið við Evrópu sem að við erum þegar með fullan aðgang að innri markaðnum, heldur að skoða allt sem undir og Kanada ætti að vera hluti af þeirri umræðu sömuleiðis. Og Suður-Ameríka, Mílei og þeir kallar allir saman. Já. Rétt í lokin, það hefur verið þungur tónn innan hús atvinnulífsins, það hefur verið umræða það bæði innan samtaka fyrirtæki sjávarútvegi og samtaka iðnaðarins að kljúfa sig bara út úr þessu. Menn telja sig ekki alltaf hafa sömu hagsmunina, menn telja samtaka atvinnulífsins hafi kannski farið að sinna verkefnum á víðtæku sviði miðað við það sem að samtökunum í raun ætlað og menn horfa til hjá nágrannaríkjunum.
Ert þú í því verkefni þessa dagana að bera klæði á þessu vopn og tryggja það að það verði ekki klofningur innan þessara stóru miklu samtaka? Já, nú er ég hérna á minni fyrstu viku og eins og einhver sagði... Er ég að segja þið fréttir? Nei, þú ert ekki að segja mig fréttir en hérna, það var einhver sem sagði við mig, heyrðu Bjarni, þú ert búinn að vera á þeytingi alla vikuna og hérna, þú, eins og hann orðaði að þú hefur ekki ennþá komið fótunum undir skrifborðið. Og það er akkúrat þannig, ég hef ekki komið fótunum undir skrifborðið. Bara þetta skrifborðið hér. Já, en sko, hérna, já, ég held að það verði hluti af mínu starfi að hérna, finna eins og hérna, Samtök Iðnaðarins töluðum í gær að finna samhljóminn í húsinu og það skiptir gríðarlega miklu máli held ég fyrir atvinnulífið að geta talað skýrri röddu og eftir því sem að ég get, þá mun ég reyna að leggja mitt að mörkum til þess. Við erum líka heildarsamtökin sem að semjum fyrir 70% af hérna, almenna vinnumarkaðnum og við erum að eiga við launþegarhreyfingu sem er í mínum huga full tvístruð. Hér áður fyrir var ASÍ með sterkara umboð. Þannig að formaður VFR og formaður Eflingar talast ekki einu sinni við. Þannig að já, það var ekki klofningur þar innan. Já, ég er ekki sérfræðingur í þeirra innanhúsdeilum sko, en ég bara segi að það auðveldar ekki kjarasamningagerð í landinu ef að umboðið er tvístrað og vill hver fara fram fyrir sig og það mun gera það ennþá flóknara ef atvinnureikanda megin menn ætla líka að fara að semja hver fyrir sig. Ég held að það væri mjög slæm þróun, sérstaklega menn ætla raunverulega að ná árangur í því sem að ég tel vera mesta veikleika íslenskra efnahagsmála sem er vinnumarkaðsmódel á Íslandi. Við erum hvort sem okkur líka betur að vera og þrátt fyrir kaupmátturinn sem við höfum sótt svona 40% kaupmátt á 10 árum sem er gríðarlegt og langt umfram alla aðra, þá er kostnaðurinn við það, hann birtist okkur í verðbólgu og háum vöxtum. Við getum notið þessara góðu lífskjara með lægri verðbólgu og lægra vaxtastig, vinnumarkaðurinn er lykilbreytan í því dæmi. Ég líta óskaði góðs gengis í þessu stóru mikla verkefni á nýju vettvangi, Bjarni. Þakka kærlega fyrir komuna. Takk fyrir mig. Þá er ekki meira á vettvangi spursmála þennan ágæta föstudaginn. Ég minna á bókaklúbbinn okkar. Við erum að fjalla bókina í fjarska norðursins eftir sumarliða R. Ísleifsson og við ætlum að taka Grænlandsmálin föstum tökum hér í þessu mánuði og reyndar inn í aprílmánuð þegar við ætlum að standa fyrir viðburði sem ég hvet ykkur til að fylgjast með. Þátturinn í næstu viku, hann verður sendur út á 50 vegna opinberrar útfarar Davíðs Oddssonar sem fer fram föstudaginn 13. mars. Sjáumst á 50.